þarna og gera þetta. Já, ég það málið það. Já, ég meina, Frosti sagði að þetta væri það óvært. Nú, heyrðu, við erum bara komin í útsendingu, við náum aldrei. Þetta eitthvað þing hjá okkur, við náum aldrei að byrja atvinnu fagmannlega. Ég vil þetta ég sem sé einhverja vitleysu þegar við erum byrjað. Heyrðu, já, ég bara góða kvöldið og velkomin í þáttinn. Við erum ég Jón Þormar og Helgi Bjarnason með mér og við erum heldur betur með góðan gest. Arnar Þór, þú vilt kannski segja okkur eitthvað aðeins frá þér? Já, hvað skal segja? Ég er bara svona ósköp venjulegur Íslendingur sem að ég verði að reyna þó að tala einhvers konar sannleika inn í blóðrás Íslands þjóðfélags síðustu árin við takmarkaðar undirtektir. Fólk er ekki hrifið að því að heyra eitthvað sem að svona kemur við sannleikstaugina. Hún er viðkvæm. Mér finnst þetta nú hafa bara fengið þokkalega góðar undirtektir. Ég held að þetta aðeins vann með þetta hvað þú að hitta í marki á mörgum sko vegna þess að það er bara svo margir held ég sem að þú ekki að... En þú ert lögfræðingur, það er ekki í grunninn? Jú. Við erum dómari við hvað var að við Hæstarétt? Við Héraðsdóm. Reykjavíkur, já. Herðu, já, það er spurt hvað er nassistin okkar hann er engin okkar Er það þriði maðurinn? Fjóruði, er það svo sem er með ykkur? Ég þykist vita hvernig verið að tala og hann Sverrir okkar bara þurfti að afbúða sig á síðustu stundu af heilsufars ástæðum. Já, hann skal slappur. En óskum honum góð spata. Já, sjálfsögðu. Strátturinn er aldrei samur ánans, það er bara svoleiðis. Nei, hann Sverrir eins og svo einhvern veginn margir, ég held allir hjá Broadcast sko. Mér skilst það á einum, ég myndi segja merkum, en hann er í rauninni alveg ótrúlega ómerkilegu maður. Hann kallar alla nasista og fasista og rasista, þú þekkir þetta. Það er svona ákveðin hópur sem óskar engum íls og er kannski bara, þú veist, ákveðin föðurlandsvinir og vilja það besta fyrir sitt fólk. Að það er einhvern veginn ekki það sama og sko öðrum ófarnaðar. Og þessi er oft ruglað saman. Já. Alveg óbúslega mikið sko. Já, það er líka út af því að á Íslandi hefur pólitíkin í rauninni þróast þannig að það að vera hægra megin við miðju þá áttu þá hættu að vera kallaður svona nöfnum ef þú vilt styðja við og vilt elska landið þitt og þú vilt verja menningararfin og hefja sögu landsins og allt það fallega og góða sem hér hefur vaxið að þá er til fólk því miður og þeir starfa margir hverjir á fjölmiðlum sem að nota þetta að fara að stimpla menn með alls konar uppnefnum og nota óróður þá. Þetta hefur orðið til þess að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn hefur hætt að verða hægriflokkur og það er rauninni engin hægriflokkur til staðar í landinu vegna þess að miðflokkurinn er ekki klassískur hægriflokkur og ég talaði með þetta við... Frjálshyggjuna í rauninni finnst mér persónulega í miðflokkin. Já, og kannski þessa þjóðvitund. Já. Og ég spurt Sigmund, ég meina, á hverju stígur þú ekki bara inn í þetta og hann sagði fyrir síðustu kosningar, ég vil bara, við ætlum bara að vera miðflokkur sem að þýðir það í rauninni að við búum við algjörlega brenglað pólitískt ástand í landinu þar sem að allir flokkar meira og minna hópast yfir á vinstri vænginn. Margir eru í rauninni svona alþjóðlegir sósíalistar, international socialist sem að eru í rauninni bara samnefnar fyrir að vera kommunistar og svo eru í þessum hópi líka þeir sem að eru þá bara svona sósíalistar innanlands sósíalistar sem að eru rauninni þá klassíska má segja, ef við speklum það yfir þá eru þeir nationalsocialistar en þeir benda á alla aðra sem að tala á klassískum nótum að við eigum að verja frelsi einstaklingana í landinu, verja sjálfsákvörðunarrétt þeirra þegar kemur að bara alls konar hlutum og vera ekki að búa til ríkisvald sem að kæfir allt og verja sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar og verja sjálfstæði landsins. Allt þetta er í einhverjum skilningi og einhverjum ástæðum orðið að svona tabú í íslenskum stjórnmálum sem að hefur valdið þessari afskræmingu íslenskra stjórnmála, það sem að Sjálfstæðisflokkurinn sem auðvitað grátlegasta dæmið
tákngervingur þess sem að gerst hefur og ég var að hugsa það í gær og þetta er svolítið merkilegt að þegar að ég er svona það bil að ljúka mínu laganámi rétt fyrir þess að 2000 að þá fer ég út í þetta þjóðfélag með þá hugmynd í kollinum að við eigum hérna ákveðna svona burðarstóðir, íslenskt samfélag eigi ákveðna burðarstóðir. Ég sá fyrir mér Morgunblaðið, ég sá fyrir mér Sjálfstæðisflokk, ég sá fyrir mér jafnvel aðra stjórnmálaflokka, ég sá ég ennþá fyrir mér að Ríkisútvarpið væri einhver svona útvörður þess að verja íslenska menningu og svo framvegis og hérna kirkjuna, ég sá þetta allt fyrir mér. Þetta var góð draumur. Já, algjörlega, þetta var, svo vakna maður til lífsins smá saman og þetta hefur verið í bland sko mjög svona, óþægilegt en líka bara mjög sorglegt myndi ég að segja að skynja það og sjá það með eigin augum að allar þessar stoðir sem að ég hafði ímyndað mér að væri eitthvað burður í, þetta er allt maðgetið og það er ekkert í þessu. Þetta er holtað innan, þetta snýst bara meira og minna það að fólki sem er núna inn í þessu er að hugsa sig. Það vil sjálft hafa atvinnu af því að vera þarna inni og fara síðan á legafyllir í eins og ég kalla það, á 4 ára fresti á legafyllir í og halda því fram að eitthvað sé að fara að breytast, við erum að fara að breyta þessu, við erum að fara að bjarga ykkur, við erum að fara að hækka eftir launun og örorkubæturnar og ríkislaunin til ríkisstarfsmanna sem er að verða 40% af öllu vinnuafli í landinu held ég. Þannig að við erum búin að búa til kerfi sem er rauninni orðið sko sjúkt af einhvers konar sósíalisma og svo þá horfi ég kringum mig. Hópar undir 25% öryrkjar. Konur er 23% og þú ert að tala 40% að vinna fyrir sko og hið opinbera. Má ég heyra þetta aftur? Eru yfir 20% kvenna á Íslandi? 23% eru öryrkjar eða á örorku lífveri, þú veist þessi kulnun og allt það. Þetta var tekið saman að samtöku skattgreiðendum daginn. Þetta er rosalegt. Og karlmenn voru 13%. Ég veit ekki hvað skýrir hennar mikla mun. Ég skal koma með tilgátu og hérna hugmyndin það sem ég vildi bara skjóta inn í er bara það að slíkt samfélag er ekki sjálfbært. Sammála og það þróast alltaf í að vera stærra og stærra. Ég er sammála og eitt af því sem að gæti skýrt þennan ótrúlega háa mun sem þú ert að lýsa sem ég hef ekki heyrt áður og mér myndi kalla á kvenna þegar kemur á örorku er að þetta samfélag sem að við höfum hér búið til í rauninni er búið til á það er reki á fölskum forsendum að það að allir séu jafnir. Við erum ekki öll jöfn. Við eigum að hafa jöfn tækifæri en við erum ekki öll jöfn. Sem sagt, það er fólk hérna sem getur lyft sem sagt langt yfir 100 kíló í bekk og það eru líka menn hérna sem get ekki eins og lyft 10 kílóum og mun aldrei geta það. Og konur hafa mjög margt auðvitað nauðsynlegt fram að færa til okkar samfélags í formi klassískrar mildi og yfirsýnar og þess að geta tengt saman alls konar hluti en það er ekki endilega verið að gera konum greiða þegar það er verið að í rauninni þrýsta þeim inn í stöður og störf og ábyrðar hlutverk sem að hendar þeim ekki. Það er erfitt. Þá er ég til dæmis lögreglumenn þá eða til dæmis, slökkviliðsmenn, lögreglumenn störf það sem að reynir mikið á líkamlegt atgerfi, störf það sem er geysileg í rauninni félagsleg pressa. Finnst þér að og þá leiðir það til þess að þeir sem að eru komnir í svona störf og finna til vannmáttar verða, sko, þeir færi í kulnun, þeir gefast upp og ég er að leggja fram tilgátu, ég ætla að segja það hér. Ég er ekki að leggja fram einhvern stóran sannleika, heldur bara að þetta er svona til umhugsunar. En ég meina, þegar þú ert með fólk sem að fer í störf sem að krefjast mikið líkamlegs atgerfis eins og til með slökkviliðsmenn þurfa að fara með, þú veist, reikunarbúning, þeir eru með stóra kúta, þurfa að hlaupa upp nokkrar hæðir, draga kannski einstakling út, þetta er erfitt, þú veist, þetta er alls ekkert grín, sko. Og hérna, ég man eftir svona prófi sem við fórum í Svíþjóð, þá var einmitt verið að gera heimildamynd þetta og þetta var bara fáránlega erfitt sko og það var engin af þeir stelpum sem voru með okkur sem voru, þú veist, eina af þeim var í Ólympíuliðinu í sundi og hún bara, þú veist, það náði þess ekki að því sögðu og þá velti maður fyrir sér ef þú ert að bjóða upp á svona diversity, ef ég má sletta
að á það að koma þá að kostna þjónustunar á kannski 120 kílóa maður bara brennin í bíl af því að það er ekki einstaklingur sem getur dreigið hann út og er það þá ekki tróma bæði fyrir einstaklingin sem að getur ekki dreigið hann út og dauði þá jafnvel fyrir mannin sem að brennur inni hverjum er gerður greiði með þessu svona, þú veist, það er kannski stóra spurningi líka. Slökkviliðsstjórinn í LA sagði aðspurða að hvort að myndi mitt muna þegar væri verið að tala um konur og kalla hvort að kona gæti dreigið 100 kílóa mann út og svona, og hún sagði þú veitir kannski þá bara ekkert að lenda í svona aðstæðum og þetta sagði manneskjan í alvöru. Já. Þannig að við erum stóru eldana því að það er í Bandaríkjunum þó að Íslendingar skynja það ekki verandi hér í þessari loftbólu sinni, þá skynja það ekki en í Bandaríkjunum er til staðar í raun og veru mjög lifandi samfélag fólk sem er sannleiksleitandi og það er sterk hryggsúla í mörgu í Bandaríkjunum sem er því miður ekki til staðar í sjáanlegu mæli lengur eða á þessum tíma á Íslandi. Þannig að Íslendingar ættu nú að fara, held ég, býsna varlega í það að vera að fella stóra dóma yfir þjóð sem er 1000 sinnum stærri heldur en þeir og þjóð sem að við erum í rauninni háð því að verja okkur ef allt fer til fjandans. En þið eru raun að lýsa hérna samfélagsgerð sem er farin út úr raunveruleikanum og inn í eitthvað draumaheim og eins og sonur minn sagði við mig fyrir nokkrum árum síðan en við verið svona 13-14 ára, hann sagði pabbi, ef það myndi nú bresta á bara alvöru stríð bara og harðindi, bara hungursneið og eitthvað svona alvarleg krísa myndi einhvern vera ennþá að tala um það að væri til 37 kyn. Þannig að hann skynjaði það, verandi bara eitthvað 13 ára, að sko umræðan í þjóðfélaginu, bæði hér og víða erlendis, hefur verið algjörlega sko út í móa atriði sem að varða bara eitthvað tilbúin hugmyndaheim en ekki svo mikið raunveruleikan. Milan Kundera sem var frábær rithöfundur. Ég ætla bara rétt að skjóta þetta inn í að því að var að koma kommentum að hljóði væri ekki nógu gott að detti nút. Ef að það er að gerast, þá með endilega láta okkur vita í spjallinu að það eru fleira lendi í. Ég ætla að segja, Milan Kundera, hann var stórkostlegur rithöfundur og hann upplifði í raun og veru, hann er nýdáinn, en hann upplifði sko hörmungar og sko svona valdbeitingu kommunismans, en hann átti þessa setningu sem ég las fyrir mörgum ár síðan. Raunveruleikin er heimsálfa sem við heimsækjum mjög sjaldan. Og það má segja það þá sem er að stjórna Íslandi og greinilega mörgum öðrum samfélögum í nútímanum. Þeir vitja ekki mjög oft heimsálfunar sem er kölluð raunveruleiki. Þetta fyrir mér það sem við köllum Vogue ákveðin afneitun á veruleika. Mjög oft það sem að fólk í rauninni með kannski einhverja stórfurðulegar skoðanir sem að þeir finnst réttmætt sem að jafnvel í mitt eins og við lýstum hérna áðan með að ráða fólkin í störf sem að kannski getur ekki valdið. Hver er niðurstaðan? Jú, þú ert að fá verið þjónustu og ert að skapa fólki hættu bæði þeim sem að starfa og þeim sem að fá þjónustuna og þegar þú færir þetta fram á sko heilt samfélag að þá náttúrulega glutrar niður framleiðni og verkir þjóðaframleiðslu og svo framvegis og þetta í rauninni endurinn og meritokrasi, ef við getum sagt það sem að í rauninni að fólk sé metið að verðleikum óháð því hvaða kyn það hefur, hvaða litarhátt það hefur og svo framvegis. Þannig að þú er bara metin sem einstaklingur að verðleikum og það einhvern veginn virðist vera í öllum samfélögum, alveg sama hvar aðra í sögunni. Ef þetta hefur klikkað, hefur samfélagi liðið undir lok og það hefur tapað sjálfstæða fullveldi sínu eða hrunið. Já, það er eitt af virðist vera lögmálum sögunar að þegar að svona öfugsnúningur verður og þegar að til dæmis svo karlmennska og karlæg gildi í rauninni hverfa og eru gengisfeld þá fylgir yfirleitt á eftir einhvers konar samfélagslegt hrun en þess að ekkert samfélag í sögunu ekki einu sinni okkar tæknivætu tímum getur
verið rekið með slagsíðu, hvorki pólitískri slagsíðu eins og við vorum að lýsa áðan, né svona kynjafræðilegri eða kynjaslagsíðu, né svona hugmyndafræðilegri slagsíðu. Við þurfum alltaf balans, við þurfum umræðu, við þurfum jafnvægi og við þurfum þess að það sem svo fallegt í rauninni, ef þið hugsaðu þetta út frá kynjónum, svona í sögulegu samhengi, þá sjáu þið að hvernig plús og mínus eins og í rafmagninu sko togast á og dragast hvort að öðru. Þannig að þið sjáu það sko að bara svona erkitýpur. Já, bara vega hvort annað upp. Já, þannig að sko þið vitið, leikstjórnandinn í fótboltanum kannski á kærustu og hún vill svo til að hún sætasta stelpan í skólanum. Þú veist, þetta hefum við séð 1000 milljón sinnum. Já. Og það bara út af því að opposites attract. Já. En þeir eru farin að setja til dæmis börn á einhverjar hormóna, þeir eru farin að setja unglinga í einhverjar skurðaðgerðir til að breyta, telja en trúðu getur breytt kyni og þeir eru farin að berja niður unga menn og segja þú mátt ekki segja þetta, þú mátt ekki hegða þér svona, þú mátt ekki stunda íþróttir sem að þú hefur áhuga á. Sonur minn sagði daginn, veist, ég ekki að segja ég sé algjörlega saklaust eða mitt heimili, sonur minn sagði daginn, hann 18 ára núna, hann áhugað að fara á sjóin og mammans bara fríkað út sko, að þú fer ekki á sjóin, þú ert bara, þú veist, svo dýrmætur og eitthvað svona sko, en ég sagði, ef þú vilt fara á sjóin, þá á þetta bara, máttu gera það, ég á ekki fólk sem orðið fullorðið og ég held að sé öllum bara holdt og alveg í samfélagslegu tilliti líka, auðvitað þurfum við menn sem eru tilbúinir að klífa möstur til að laga einhverja mæla sem eru þar eða sigla út á úpnu úthafi. Við þurfum þetta, annars bara getum við gleymti að geta búið á þessu landi. Þessi menn gleymast rosalega mikið í þessari umræðu og að þessi þarfir og nauðsynlegir. Þú sagðir, hverjir eru málsvarar þessara manna til dæmis á þinginu? Hverjir? Allir kallar sem eiginlega á þinginu eru, má ég segja það? Já, þetta eru allt sagt þetta satt. Þetta, veistu það, þetta eru bara upp til hópa algjörar liðleskjur og ég ætla að segja það hérna bara, þetta eru ég reyna að finna kurteislegt orð. Ekki drengir að gefa á kjaftin. Nei, þetta eru bara aumingi. Þetta eru aumingi. Já, þú veist, hverjir eru þarna sem þú myndir rauninni treysta til þess að bara vera með þér ef þú þurftir að lifa bara nokkra mánuð upp á heiði skilur, og þú þurftir að berjast fyrir lífinu á eyðeyju eða guðma veit að hvað sko. Í stríði. Í stríði. Ég meina hverjir eru þetta? Þetta er allt saman fólk sem mjög svona upptekið af einhverju svona nútíma svona woke hugmyndafræði. Joe Rogan, kollegi ykkar, ég sá hann daginn, hann var að segja að wokeið í rauninni trúarbrögð fyrir fólk sem hefur enga trú. Mér finnst það dálítið sterkur punktur. Það rík heldur í einhverja kreddur sem það hefur tilengað sér og dettur þá í þennan gír trúabræðana. Það farið að í rauninni það eru predikunastólar, það fordæming, það eilíf bannfæring þarna notuð og svo framvegis og menn eru lýstir vanhelgir á ýmsum forsendum. Þetta svolítið bara eins og miðaldir þegar Róm líðan til lok, það var ekki 276. En ég ætla að segja samt að það sem svo í raunni, ég var að velta þessu fyrir mér, þetta er svo mikið ráðgáta, að eftir því sem að ég sá sem ég misti í rauninu veru trú á allar stóður sem það var að lýsa áðan. Eftir því sem að ég sá það allt svona fjara út og sá ég gat ekki sko treysta á þetta, þá gerðist það skrýtna sem að ég var í rauninu ekki búin að búa mig undir með neinu móti, að ég fór að færa að Guð nær mér. Trúið þessu? Já, Guð bara svona óafvitandi og með einhverjum svona dularfullum hætti færðist nær mér, færðist inn í tómarúmið. Veistu það, ég verð bara að játa það að fyndi þú skulle segja þetta sko. Þess að þetta hefur verið upplifun nánast allra minna bestu vinna og manna sem að eru mér svona næstir í dag að þeirra koma á mismunandi áttum. Enginn af þessum mönnum hefur verið svona kirkjunamenn.
og þeir eru allir að upplifa það sem að Carl Gustav Jung hefði kannski kallað synchronicity sem svona eins og að vera að fara allir einhvern veginn í sömu átt eða sömu stefnu, menn sem að svona eru og rosalega mikið trúalegt og við höfum talað þetta, ég og þú við höfum talað í gær þú veist, og hérna í alvörunni við vorum að ræða bara í síman í gær hvernig einhvern veginn þetta er mótast og áðurum vorum með þetta podcast að vorum svona að deila sögum sem að og svona, þú deildi með mér ákveðnu kraftaverki og hérna ég vissi einhvern veginn alltaf að það yrði eitthvað meira en ég sagði að það yrði eitthvað meira og búin að marg ítrekka við hann og það endum hérna í þessu podcasti þannig að þú veist, það er einmitt, það er eins og einhverju teppi sé rúlla út og maður sér alltaf fleiri og fleiri ganga inn í þetta og kirkjan hérna hefur einhvern veginn eiginlega allt sem ég búin að segja voru svona spurningar sem að ég var búin að hugsa sem að ég ætlaði að spyrja það á og mér finnst svona að hafa farið kannski ekki nóg djúpt í hverju eina en kirkjan hérna hefur einhvern veginn mistalið sess þetta er orðið einhver svona TikTok dansara overfeminized og þú veist en mér finnst kallmenn sérstaklega vera að sækja meira í trúna vera að sækja einhver tilgang sem þú ert að lýsa, það er búið að tapa með hókinu. Ég held að komi rosalega mikið út frá því að þannig erum við með hóp kallar sem eru og sérstaklega að þú ert það er búið að sanna það að þeim mun hærra testómagn sem í þér, þeim mun meira svona ertu óhrættu við að fara á móti fjöldanum, standa á skoðuninum. Segja sannleikan. Og ég held að þetta sé svolítið þarna eru þeir að sjá á einhverju stærri skala kannski heldur við höfum séð áður, vera að færast á móti svona þessi sem við eigum sem að trúin okkar á að standa fyrir. Ég held að þetta færi þig einmitt, þú veist, þá í átt, það er eitthvað rosalega rangt að gerast hérna. Þú sérð að það eru aðrir og þú finnur að það er eitthvað sem að er að toga þig á móti þessu, hvort sem það er siðferðisvitundiðin eða eitthvað stærra. Þetta er frábær umræða, ég er glaður að heyra þetta og glaður að heyra að þið eruð að hugsa og sérstaklega það sem þú lýsir að það séum fleiri á þessari vegferð. Kirkjan, besta lýsingi sem ég hef heyrt á því hvar kirkjan er stödd í dag, þá er ég að tala um þjóðkirkjuna, er að þeir eru í rauninni farnir að óttast menn og hætt að óttast Guð og það segir í Biblíunni ótti drottins er upphaf visku þannig að ef þú óttast drottin þá ertu réttu megin við línuna þegar þú farin að óttast mennina og farin í TikTok og vinsældakeppni við einhverja tónlistarmenn eða einhverja skemmtikrafta þá er kirkjan komin á ranga braut jafnvel bara á móti því sem er skrifað í reikninguna það er ýmislegt þarna sem að mér finnst svona fara gegn orðið Guð sem að þau hafa verið að predika sama hvað fólki kann svo finnast hvað stendur í reikningunni en það er mjög mikilvægt segi ég er ekki Guðfræðingur, ég er reynda búin að skrá mig í Guðfræði, ég er komið það langt ok, þú ert alveg það að því ég er sem ekki áhuga á þessu ég byrjaði í Guðfræði í Háskóla Íslands ég kláraði ekki vegna þess að bara á miðri önn þá er kirkjuþingið það sem ákvörðunum var tekin að fækka embættum ég veit ekki hvort það 10-15% það mætti bara erindriki til okkar og saði bara að þú veist, við getum bara ekki búist við getum þetta að bíða áru saman en ok, það skiptir engum mál vegna þess að þetta er það sem þú upplifar ég komin að það bara vinskjærum í rauninni áhuga og ég held nú reyndar Jón að þróunin í þessu gæti orðið eins og bara í Bandaríkjunum að fólk í raun og veru iðki sína trú og jafnvel eigi sínar kirkjur án þess að það sé undir hatti ríkisins. Við þurfum ekki að vera ríkistarsmenn ef að menn ætla að fara í þetta. En ég ætla að segja að því að ég nefndi hérna ótti við drottin en er upphaf visku, þá segja margir sem að svona umhverfast þegar farið er að tala á þessum nótum að þetta sé eitthvað svo svona skelfilegt að þurfa að óttast drottin. En ef maður skoðar aftur þá bara hebresku, íra á hebresku er ótti, eða sérst, orðið ótti er komið úr hebreskunni sem er íra og íra þýðir virðing, lotning, tilbeiðsla. Þannig þetta er raunin spurningum þetta er spurningum að setja hlutina svolítið í rétt samhengi. Við erum hér og Guð er okkur æðri og hann kann öll svör og hann hefur allt vald og allt það. Þannig að við megum alveg reyna að endurstilla áttavitan. Hann er, venna þess að mælikvarði góðs og íls
er lóðréttur mælikvarði. En það sem að þið eruð að lýsa og við erum að tala er hinn lárétti mælikvarði það sem að menn alltaf að spegla sig í augum annara og það skiptir engu máli, eins og ég er alltaf að segja á krakkana mína, það skiptir engu máli hvað öðrum finnst þig. Vegna þess að eins og næst elsti sonur minn, hann nýbúin að þýða hugleiðingar Markúsar Árelíusar og gaf núna út fyrir jólin. Hann 25 ára að verða. Og þá segir Markús Árelíus segir á einum stað, skiptir engu máli hvað aðrir eru að tala þig og hvað dómaður eru að fella þig, en þess að ef þú ferð að pæla í því þá vita fæstir þessara manna hverjir þeir sjálfir eru. Mér finnst það sterkur punktur. Ég minn okkur að komin á í rauninni tvennt. Það minn okkur að byrja á því að þetta til dæmis ástæðan fyrir því að við nennum ekki að vera að taka, ef ykkur þessar ásakanir, ég bara þar að ef þú leiðu alltaf að fara að afsaka þig fyrir einhver sem að segja nasistar eitthvað svona, svarið bara, ég nenni ekki eins og að vera að fara þangað í eitthvað einmitt svona, verjum það bara sko, maður nennir eiginlega ekki að standa í þessu, þetta svona fyrir neðanmanns virðingu að vera að svara fyrir þetta sko. En annað það gleymist líka oft sko, það skurðgoða dýrkun mætti segja, maður að sjá núna sérstaklega síðan nýji biskupinn kom. Já. Þú ert að sjá hennan transfána út allt í þjóðkirkjunni, oftar bara í TikTok og bara allstaðar. Já. En mér finnst þetta svo furðulegt, því að einmitt, þú átt ekki að vera að flagga öðrum, átt ekki að vera að flagga táknum á öðru til þess að bjóða fólk velkomin. Kirkjan fyrir alla, kirkjan á að vera fyrir alla. Þú átt ekki að vera hins vegar að flagga táknum í rauninni mætti segja sko trúabragða, sérstaklega annara trúabragða sem ég vil meina að þetta sé. Svona lífskoðunarfélög. Þetta önnur lífskoðunarfélög. Og mér finnst þetta, að menn sjá ekki meira að þessu finnst mér vera alveg galið sko. Já. Ég sem sagt las í fyrir bók sem heitir Return of the Gods sem var svolítið merkileg bók því að hún lýsir í rauninni þeirri svona túlkun á því sem við erum að sjá að það sé búið að það til saga í biblíunum það að Jesús að flæma og margar sögur kannski, hann að flæma út illa anda, en þá segir hann í eitt skiptið, þú skalt varaði á því þegar búið að flæma út illa anda að þeir snú ekki aftur 7 sinnum verri. Og það sem að höfundur þessara bóka var að segja að í viðleitni til að reyna að hreinsa kirkjuna af einhverjum svona eldri syndum eða svona ágöllum sem höfðu plagað hana þá hafa þeir kannski ekki gætt sig á því að sko illir andar gætu í rauninni snúið aftur og tekið yfir hús kirkjunar. Ég minni það að Kristur bara hreinlega spáði því. Já. Og það sem að við vorum að tala áðan það sem við vorum að tala kallmenn og af hverju eru kallmenn að koma tilbaka í þessu mæli, að Guð, hann skapar mannin í sinni mynd, hann skapar karl og konu. Það svolítið merkilegt líka. Konan líka sko, sköpuð í mynd Guðs. En Jesús kemur hingað í karlmanns líkama og ímynd kallmennskunar, ef þið bara pælið í því, hún getur verið í gegnum söguna, finnum við alls konar menn sem hafa verið hugrækir og þrautsegir og þolgóðir og allt það. En hámark í raun og veru kallmennskunar kannski Kristur sem að mótmælir ekki bara kennivaldinu og í rauninni fer ekki bara í andofi kennivald farisea og fræðimenna og æðstupresta með öllri þeirri áhættu sem það kallar yfir hann, heldur fer hann líka í uppreist gegn Rómarveldinu eins og það leggur sig. Og hann ögrar líka öllri samfélagsgerðinni þegar hann talar við þá sem eru lægst settir og lægst lagðir, þegar hann talar við hórseku konuna og forðar henni frá að vera grýtt, þegar hann talar við konuna sem smánuð við brunnin, og hann er maður sem að í rauninni sýnir mildi og styrk en ótrúlegt hugrekki alla leið fram í dauðan, og hann sýnir skattheimtuna, ekki gleyma því. Það var ekki verra en skattheimtum. Þannig að ég get alveg skilið það á þessum forsendum að kallmenn sem eru að líti kringum sig og hugsa hvert svarið, að þá svarið
kannski þessi sterka ímynd kallmennskuna eins og það sem hann segir líka, ef þú ert sannleikans megin þá heyrur mína rödd, pæli í þessu, af því að þið voru að tala um að vera reyna að vera rödd sannleikanis í þessu hafi líginar, þar sem við erum með atvinnu stjórnmálamenn sem fara á lygafyllir í á 4 ára fresti og við erum með í raun og veru fjölmiðla sem að ljúga okkur daglega og við erum með jafnvel opinbera embættismenn, launaða ríkistarsmenn sem taka þátt í þessu og fyrirtækin í bænum taka þátt í þessu líka og stjórnendur þar eins að þeir vilja hafa viðskipti við þessa lega versmiðu sem ríkið orðið, að þá Íslands samfélag orðið gegnsýrt af lygi og þá hugsa maður byrju hvað í þessari þoku, hvaða ljós höfum við hérna til að rata og þá staldra maður kannski við það. Hér var maður fyrir 2000 árum sem var málsvari sannleikans, hvatt okkur til að leita sannleikans og segir ég sannleikurinn, vegurinn og lífið, hver sem sannleikans megin heyrir mína rödd, hann segir þetta við Pontius Pílatus sem útsendari og embættismaður Rómarveldis og hefur vald til að í rauninni krossfestan með öllum þeirri ógeðslegu niðurlægingu sem í því var fólkið. Þú hefur ekkert vald yfir mér, ég ekki af þessum heimi og var þessum heimi líginar sem við erum í annað ríki sannleikans, þar sem að lögmálin eru til staðar, það sem rétt og ránt skýrlega aðgreint, það sem gott og illt sömuleiðis skýrlega aðgreint og ef að við ættum að taka eitthvað með okkur eftir okkar samtali kvöld, þá það skuldbind okkur til þess út frá okkar eigin hjarta til að vera sannleikans megin í allri þeirri lígi og þrengingum og hótunum og öllu sem mætir okkur að segja, ég ætla bara að vera þarna. Mér alveg sama. Mér langar að grípa það aðeins þarna, af því að þú ert að tala frelsarann og það var komment eftir 10. Já, hann kemur náttúrulega inn á til að mynda, hann segir einhvers staðar að hérna, ef þú sér ekki foreldraðina sko, þá ertu bara verri en trúleysingi fyrir honum, sem að segir okkur að það ákveðin forgangsröðun á kærleikanum og hverjum þú sérðum fyrst. Og sannleikanum. Já, en ég skil þetta þannig að sko ef jafnvel ef að þínir nánustu, foreldrar þínir jafnvel og fólki sem þú elskar mest kýs lygina fram yfir sannleikan, ef það kýs djöfulinn fram yfir Krist, þá verður að hafna þeim. Þannig skil ég þetta, en ég segi aftur, ég ekki... En það sem ég vildi koma inn á þetta með, þú veist, hann að forgangsröða þarna, segjum að þið gera það ekki, velji sannleikan. Og þú, þannig að þú skuldbunding til þess að sjá foreldræðina og augljóslega börniðin og svo framvegis, þannig að Tómas Aquinas tala nú einhvern tímann þetta með forgangsröðu sannleikans og forgangsröðu fyrir gefið kærleikans. Þannig að það þýðir líka að við sem þjóðfélag ættum fyrst að huga fjölskyldunum okkar og síðan kannski nágrunum okkar og síðan kannski öðrum þjóðfélagstegnum og svona og getum gert ákveðin samning. Við vorum upprunalega kristin þjóð sko. Ég hef séð rosalega marga að reyna að snúa út úr fyrir orðinu. Ég hef tekið eftir að menn hafa kannski, það ekki mjög kristilegt sko að hjálpa ekki, þú veist, öllum sem eru kannski í Afríku, af því að þú veist, þá skortiði náttúrulega samkennd og kærleik og eitthvað svoleiðis, en þú myndir kannski frekar vilja aðstoða þá sem að væru þér nærri, skilur og þannig verið að reyna svona, veit ekki, þetta svona hálfgerðir farisegar að reyna að snúa á orð Guðs, hann með ákveðna forgangsröðun. Hvað finnst þér þetta? Þegar það Já, ég held að við getum sagt það að ritningin, ef við erum að tala um hana, aftur með þeim fyrir að ég ekki guðfræðingur, ég hef lesið töluvert í þessu og mér sýnist það bara að vera nokkuð skýrt að við verðum að taka ábyrgð á sjálfum okkur, nær samfélagin okkar og borgríkinu, Ísland borgríki, og það þarf að vera allt í lagi áður en við förum að reyna að bjarga sko öðrum sem eru statir langt í burtu. Þannig að það sagt á fleiri en einum stað í Biblíunni að þetta sé skylda okkar og þetta hefur verið iðkað, ég meina öldum saman, að allir sem að vilja í raun og veru
kalla sig hugsandi skynsama menn, taka ábyrgð á sínu eigin lífi og sínu eigin nærumhverfi, að Sókrates eða forngreikirnir kölluðu skilgreining þeirra á idiot sem grískt orð, fólk sem hefur ekki áhuga á heill samfélagsins. Fólk sem hefur ekki áhuga til dæmis þá á stjórnmálum í borgaríkinu. Það skilgreiningin á því að vera idiot. Kaldanislega þá á þetta við þá sem að vilja ekki taka þátt í lýðræðinu eða þingræðinu. Já. En þetta aðalega notað af þeim alla aðra. Kaldaníslegt að það eins og þessi tísku sko hjá fólki að vera ignorant, að vera ekki að pæla í þessu og ég átti í síðast samræðunum þetta í kvöld að ég hefði áhyggjur að því að þetta var ekki kennt að sem sagt, þú veist, þessi kerfi sem að Plató leggur til, Aristóteles, úttalar Sókrates, að Karl Popper og fleiri að maður hefði haldið að það var mikilvægt að fólk myndi skilja þessi kerfi og þessa stjórnsýslu, þetta hvergi kennt. Hvaða öfl að takast á, en þetta kannski sko, það ótrúlega merkilegt. Ég vil segja þetta að nú búið að hlaða utan á íslenska ríkið alveg sko ótrúlegu spiki á 100 árum og búið til endalaust mikið að kerfum. Pæliði þegar Hannes Hafstein fyrsti ráðherrann, þá kannski starfsmenn í íslenska ríkisins teljandi á fingurum annarar handar. Nú erum við að tala það að 40% mannskapsins sé að vinna fyrir sveitarfélög og ríki og kerfin svo flókin að enginn skilur þetta og þetta sogar til sína 40-50% af öllum okkar sko tekjum. Sko klassíska módelið þetta bara það að það sem að við gefum öðrum, eins og talaður í biblíunu að hjálpas miskunnsami samverin, að gera það eigin hvötum úr eigin vasa en ekki að borga einhverju millilið sem ríki til þess að iðka góðmennsku í hans nafni. Og það sem náttúrulega var mjög minnistætt frá því að ég satt á þinginu var að horfa upp á þingmenn til dæmis kom upp í pontu og tárfella yfir eigin, það sem þeir kölluðu sko, gáfu til kynna að vera þeirra eigin góðmennska. Þeir voru að lofa peningum úr ríkissjóði úr vösum annara. Já, þetta svona eins og þeirra fólk sem kannski ekki vinnandi að kjósa að aðrir leggi peninga til þeirra sko. Veist, þetta náttúrulega upprunanlega í lýðveldinu að þá náttúrulega máttur bara ekki kjósa ef þú lagðir ekki til samfélagsins. Nei, og í rauninni sko það alveg galið að þú hafi kostingarétt sko ef þú leggur ekki til. Hvað ert að kjósa? Af hverju, ef við fyrir þrír út að borða og ég ákveð að splæsa á ykkur, þá ráðið þið ekkert skilur hvert við fyrir að geta. Nei, nákvæmlega, góð punktur. Ætlaði að koma inn á þetta, það líka sko verður erfiðar og erfiðar að fara tilbaka eftir því sem að fleiri og fleiri byrja að vinna á ríkinu, þannig að það eru færri sem að kjósa gegn sínum beinu hagsmunum. Þau kýst ekki aðila sem vil skera niður starfið bara sem það mjög ólíkluð til þess. Þetta frábær punktur og þú kannski sem dómari lögfræðingur og maður sem þekki stjórnsýslu vel, ég sagði einmitt í félaga mínum daginn að ég hefði áhyggjur af þessari þróun að því að þetta vefur utan á sig og þegar þetta komið yfir ákveðna critical procentu og hvað gerist þá? Þá ertu bara komið með viðvarandi vinstri stjórn og getur alltaf breytt vegna þess að fólk verður að kjósa þetta, en við vitum reyndar að kerfi hrynur við það, en ég myndi kannski vilja sjá bara í stjórnarskrá hreinlega að það mætti ekki meira en x% vinna hjá hinu opinbera. Já, góðu punktur. Akkur setjum við það ekki bara inn vegna þess að þegar við erum komin yfir ákveðin þröskuld og kannski erum við reynda komin yfir hann, þá getum við ekki lengur kosið okkur út úr þessu. Nei, það náttúrulega málið. Ég held að þessi ekki þar. Ég held að þessum komin yfir þann þröskuld, sko. Já, það svo merkilegt. Sérstaklega fyrirgefðu, þegar við erum að horfa á jafn háa prósentu sem á örorku eða í kulnun eða einhverju svoleiðis eða örorku lífeyri eða sérstaklega ef það eitthvað sem ætlar að fara einmitt kjósa gegn þessu, minnka spiki á ríkinu, minnka báknið, þá ertu komið með rosalega stóran hóp sem hefur beina hagsmuni af því óháð öllu öðru að kjósa gegn. Ég ætla að benda ykkur og þeim sem horfa á mjög merkilegt atriði í þessu samhengi. Menn halda að Orwell hafi verið með kristalskúlum. En Orwell var mögulega, eða það talið hann hafi verið aðili af því sem heitir Fabian Society í Bretlandi. Þetta eru samtök fólks sem að hafa í yfir 100 ár unnið að því að koma sósíalisma á, ekki með blóðugri byltingu, heldur smám saman í hænufetum. Og
kenningin er svo að Orwell hafi í rauninu verið búin að lesa áætlun Fabian Society og 1984 hafi verið skrifuð út frá því. Er Fabian Society þá nátengt þessum Frankfurt skóla þar sem að nýmarxismin byrjar? Já, Frankfurt skólinn kemur seinna og ef að fólk heldur að þetta sé einhver skáldsagna tilbúningur að þá kom upp í hendurnar á mér núna fyrir jólin bók sem að langaði konuna minn að skrifa. Hann hét Sigurður Þórólfsson, var skólastjóri í Hvítárbakka skólanum, að hann skrifaði kringu 1920 Fabian Society í Bretlandi sem var þá starfandi og ennþá og merkis þessa félags er úlfur í sauðageru. Ef við trúið þessu, þetta bara alveg satt og við erum komin á þann stað Englandi, hugsaðu hvert England komið, þeir eru komin á þann stað og þetta raunni orðið bara þetta bara bananlýðveldi. Já, þetta verður en það. Við ætlum að taka góða umræðum England og eftir þetta orðið harðstjórnar, verða harðstjórnaríki í kommunískum stíl. Mér langar að klára þetta Svo ætlum við að fara í komment fyrir ekki Helgi. Allt góð, alltaf fram. Og við ætlum að fara djúpt í England. Believe that. Já, við kannski byrjum á innanlandsmálunum, klárum það og förum síðan í það sem að gerast þú veist, Grænland, Venezuela, allt þetta, Bretland. Já, wow. Svo þurfum við að drífa okkur í kommentin. Þú varst að tala Orwell og það líka, hann náttúrulega í spænska borgarastríðinu þegar Franco og allir þeir eru og hann sér þegar að kommunistarnir að reyna að taka yfir þar með þeim ógeðfelldu aðferðum sem þau notuðu það var náttúrulega bara eins og þau gerðu líka bolsjevikarnir að þú veist það voru allir kristnir og prestar, munkar og svona þú veist þeir réðust á fyrst og trúastofnanir einmitt og þeir hafa algjört hatur á því og það er svolítið áhugavert og ég hef lesið Orwell svolítið og 84, Animal Farm og las greinar sem að skrifaði líka fann hann að það er eins og hann sé með kristalkúlu það er alveg stórkostlegt að lesa þetta greinar, maður bara svona wow, hvað hann sá áfram í heiminn það er merkilegt ótrúlega merkilegt. Ég gleyma að liti framhjáði í sögunni þessari miklu svakalegu slátrun á kristnum sem átti sér stað eftir bolsjevikabyltinguna. Já, það er Holodomor og svo náttúrulega bara þú veist allar þessar hreinsanir og hvernig þið notuðu á við að byggja þessa Síberíulest og svona eyjan Nasimo hefur kynntir það. Nei. Það lag úr gögnunum, það er bara fólk var bara skilið eftir eyju og fór bara að éta hvort annað og svona, þetta er eitthvað ógeðslegt Þú voru nú seint sakaður að vera að tala með raskatinu því að þú yfirgafst helviti þægilegar vinnur til að fara að snúa þér að þessum hugsjónum. Já, algjörlega. Það farið það eftir kommentin. Fyrst við erum með greitt komment frá Justice for JC og við lesum þau alltaf fyrst. Spurning til gests, hvað á maður að gera núna til að viðhalda kristilegu uppeldi barna? Nú er nánast hver einasti sunnudagaskóli með dáðadýrkun á regnboga hugmyndafræðina. Hvað skal gera? Ég er með þá hugmynd svona í kollinum að fólk sem að hugsar með þessum hætti þurfi að fara að finna hvert annað og það þurfi að fara bara að stofna sínar kirkjur eða bara vera bara með samkomur. Kirkja er í rauninni ekkit annað en samkoma fólks sem að vill komast í samfélagi við Guð og iðka samfélagi við Guð og það er að gera það á svo margan hátt. Við þurfum ekki endilega milliliðin og ef þið hugsa það þá er Jesús sennilega sá sem að hefur minnst talað fyrir skipulögðum trúarbröðum. Hann er bara að segja að þú finnur Guð innra með sjálfu þér. Þannig að við þurfum að finna grasrótina, við þurfum að finna hvert annað og ég er ekkit endilega með svari við í hvernig við gerum það, en þetta þarf að gerast og þetta mun gerast. Svo kemur það er allan það sem við erum að upplifa og við talaðum í þetta. Já, mikil vakning. Arnar bara í ekkert gerist nokkuð tíman gýrnum, er hann tjötti? Svo er ákveðið, þetta er kannski eitthvað sem ég væri til í að velta fyrir mér svolítið á eftir þessu málinu sérstaklega. Það er ef Sólborg Guðbrands væri enn með fáitar Instagrami sitt, væri pabbi hennar Guðbrandur Einarsson þar til sýnis fyrir að misnota neð kvenna til að svala pervertisma sínum. Við tökum smá vændisumræða eftir. Ég var með það er áhugaverð umræða.
Svo kemur hérna Arnar, það mikið gott og satt sem þú segir og mér langar að líka við þig en þú ert múrari en þessi frímúrari. Segist vilja standa fyrir sannleik en þessi regla þín vinnur í leynd og gerir í því að snúa út sannleik. Já, sko já, ég vil endilega tjá mig þetta. Sko, ég í raun og veru vil segja það eru miklir greinlega fordómar gegn frímúrurum í heiminum og ég veit ekki, það getur vel verið að frímúrarreglur erlendis hafi eins og margar stofnanir verið yfirteknar af fólki sem hefur illan ásetning. Ég vil ekkert útiloka það en það þekki ég það ekki. En ef við horfum bara á fjölmiðla, kirkjudeildir, stjórnmálaflokka og margt annað þá vissulega margir komnir þar til áhrifa sem ætti ekki að vera við neins konar völd. En ég gekk í frímúrarregluna 2008 eða 2009 og það gerði mér mikið gagn, vil ég segja. Og ég hafði virkilega gott af þessu. Og ég var duglegur og þetta var eitt af því sem ég vildi virkilega leggja mikið af mörkum til að styðja við. Ég verða viðurkenna að ég hrökk alveg úr gírnum svona það leyti sem ég fór að ganga á kolum þarna í forseta kosningunum. Ég líkiði við að ganga á kolum, þetta var svo bara erfið ganga sko. Tökum það bara aðeins fyrir og eftir. Og þá hrökk ég úr gírnum og ég hef ekki mætt á fundi í 2 ár. En ég tala ekki illum frímúrarregluna af því að hún í raun og veru hafi áhrif á líf mitt til góðs og ég sá ekkert ljótt eða illt þarna inni og ég tel að hún sé stofnuð íslenska frímúrarreglan á hreinum og góðum kristilegum grunni. Okay. Svo kemur hérna Pálmi Sturluson segir minn forseti og svo hérna það trúavakning segir ég held að vera Gaddi og Víðir Orri Hauksson segir þjóðkirkjan handónýt, Rúnar Gerard segir kaþólska kirkjan framtíðin. Þeir fara eitthvað aðeins að rífast það, við þurfum ekkert að fara í það hérna. En hérna, já, eitt af sem engi vil tala í fjölmiðlum, að það meira en bara en mótmæli í Íran sem massív kristin vitundavakning. Okay. Wow. Þetta bara mjög góð punktur. Okay. Ég vissi nú ekki að það veri massív kristin vitundavakning, ég held að þessi 1% sunni og 99% shia, en það minnst okkur stæli gríðarlega mótmæli og hérna, síðustu 2 dagar og fyrstu dagarnir sem hafa ekki verið aktív mótmæli, ég fylgst svolítið vel með þessu. Við ættum endilega að ræða Íran og eftir og það sem hafa verið að gera, klerkastjórnina og vakninguna sem hafa verið þar. Hér spurning til Arnars, hvenær myndu gangi í miðflokkin, allavega til að styðja? Ég vil bara hans í stjórn flokksins ef hann ætlar virkilega að halda honum sem hægri flokk. Já. Hérna, já. Ég sem sagt, ég ætla bara, ég hef ekkert enga hagsmuna því að vera hérna að fara í kringum hlutina. Ég í aðdraganda kosningana til Alþingis síðast þá voru margir sem lögðu það til við mig að ég myndi ganga til liðs við miðflokkin og við áttum alveg mjög góð samtöl, ég og Sigmundur. Þetta spurning sem ég ætlaði að spyrja þess hérna. Já, og það fór vel á með okkur. Ég kann vel við Sigmund, ég held, sko, Sigmundur einn af þessum örfáu mönnum á þinginu. Ég myndi ekki kalla hann aumingja, eins og ég myndi treysta mig til að kalla flesta kannski þá sem eru þarna inni. Ég kalla á aumingja vegna þess að þeir alltaf feta bara eftir flokkslínunni. Það kalla ég aumingjaskap. Ég skil þig. Og hérna Sigmundur ekki að fara eftir sinni sannfæringu, það það sem úr ég veit reyndar ekki, þeir vita kannski ekki einu sinni hvers þeirra sannfæring en þeir hafa bara bitið í sig að þeir alltaf einhvers konar pólitískan feril og það verður til þess að þeir gera sjálfa sig á aumingjum en að þess að þeir hætta að tala út frá sínu hjarta. Sigmundur ekki einn af þessum mönnum, ég ber virðingu fyrir honum, hann hefur mikla pólitíska yfirsýn, hann einn af örfáum þingmönnum á Alþingi Íslendinga sem hefur lifandi líka pólitískan áhuga og flinkur greinandi. Þannig að okkur gekk vel að tala saman og mjög gaman. En hitt annað mál að þegar að svona fór að líða á þetta, þá fékk ég hnífana í bakið frá einhverjum þannig innan flokksins
og ég hef enga skýring á því. Það var ráðist að mér og sagt að ég væri komin hana til þess að fara að skaffa mér einhverja kökusneið sko úr miðflokknum. Gekkst þú ekki burtu frá helviti góðru kökusneið, svona þér að segja? Jú, þetta gerði ég það. Ég hef hafnað mörgum góðum kökusneiðum, þannig að ég hef ekki farið að lítilekka sjálfa mig fyrir kökusneið frá miðflokknum, en auðvitað er þetta þannig að miðflokkurinn er ríkisrekin eins og allir stjórnmálaflokkar á Íslandi því miður, og þarna er kannski fámennur hópur fólks sem að vill ráða hverjir komast að borðinu og hverjir hafa áhrif, og kannski fannst þeim að þetta er bara mín skýring og það væri ágætt að draga þá fram í kastljósi með það, að kannski gæti ég farið að rugga þessum þægilega bát sem að var þarna orðin til, sem var miðflokkurinn. Þannig að ég fekk bara alveg hnífasetti í baki frá þeim og þar með var það búið sko. Þannig að, en ég er ekki maður hins vegar sem að ég hef hitt Sigmund síðan þá og ég var bara kurteis og prúður og bauð honum inn til mín og það fyrir vel á með okkur. Ég er ekki að nutta honum upp úr því að hann eða hans menn hafi komið svona illa fram við mig. Það er ekki... Þú varst þess að alveg, að því að þú ert hægri maður eins og ég skil það, þú varst á þeim tímapunkti tilbúin þá að ganga til liðs við miðflokkin, að því að ég sé miðflokkin í dag sem svona, þeir eru svona hægri miðflokkur, þeir eru svona að reyna að fara aðeins til hægri að því að það er algjört bara tómarum á hægri vængnum. Það er tómarum og ég var að segja við hann, þú átt að fara inn í þetta tómarum, en þá vildi hann það ekki. Og vildi menn voru skítrættir og eru skítrættir við að fara yfir á hægri væng stjórnmálana af ótta við þetta sem vorst að lýsa á þann. En ég vildi í raun og veru leggja bara, við höfum ákveðin tíma á plánundinu jörð, við vitum það, og ég vildi kannski leggja mína orku og mitt lið einhverjum sem að ég taldi að gæti haft áhrif til góðs í íslensku samfélagi, þess vegna átti ég þessa löngu viðræður við þá og aðalega við Sigmund, og að þeim tíma hafa endanum verið mjög illa varið að ég ætla að skjóta í einmitt, tökum það eftir, ég er búin að skrifa hjá mér XD. Já, það var einmitt það sem ég ætla að koma inn að þér var einmitt að segja. Það er svolítið gaman að fara yfir einmitt hvar þeir fóru út af spórinu. Það er einmitt það sem ég var með í huga sko. Svo kemur kvöldið, gaman að sjá Arnar í bjórkastinu, gaman að hafa hann í bjórkastinu. Ekki smá gaman að hafa hann. Pálmi segir ég er ásatrúar og ég er sammálunum, heyr. Þess vegna, hérna er spurning, hvers vegna varstu svona reiður yfir skopmyndinni eftir Halldór, þessari svo kærðir? Finnst þér það ekki vera smá snowflake behavior að vera svona mótæður yfir brandara? Það getur verið, en hitt er annað mál að það hefur verið litið mjög alvarlegum augum að klína í raun og veru svona stimpli á fólk sem ekki hefur til þess unnið, og það hefa fallið dómar í Danmörku þar sem þetta hefur verið fellt undir meiðyrði. Þannig að eftir á að hyggja þá hefði ég kannski bara átt að láta þetta þjóta sem vind eyru mín, en ég viðurkenni það og kona mín segir að stundum við mig að ég á það til að ég á það alveg til að svona bara springa sko. Og það var eitthvað annað sem að bara mér fannst þetta á svo lágu plani og svo lási og svo mikil skrumskæling á því sem ég hef sagt að ég hafði ekki húma fyrir þessu, en ég hefði kannski bara átt að láta þetta liggja kjurt, Sko, mér langar aðeins að taka til varna fyrir, þig í rauninni bara að þér óumbeðin. Mér finnst það til dæmis vera svolítið svona eins og ef við tökum til dæmis 2 brandara sem voru í áramótasköpunum. Mér fannst sko brandarinum þegar þeir voru þarna í banna að hlæja, og Sigmundur Davíð kemur hérna með geltandi kjölturakkan og segir hann heitir Snorri Másson, hann gerir ekkert nema gelta og ég elska hann. Mér fannst þetta ógeðslega fyndin brandari. Mér fannst það. Hins vegar fannst mér hinn brandarinu Snorra, hann var svona minnfísinn sko. Hann var ekki gerður til að vera húmor, það sem hann átti að vera burt með útlendinga, hann bara Páll Óskar af honum átti að vera þetta illa við hann, og eins og Snorri hafi gert eitthvað sem hann var svona minnfísinn sko. Þetta var ekki svoleiðis brandara lenda sjaldast finnst mér sko. Það er munur á brandara og svo einhverju svona sem þú reyna að koma að höggja á. En veistu hvað það var sem það gerði mig samt svona reiðan, svona eftir á hyggja? Ég hef alveg hugsað þetta. Ég er með þá sko skýringu að
sem að gerði mig í rauninni svona brjálaðan var það að það verið að skemma heilbrigða pólitíska umræðu á Íslandi. Það verið að vængstífana með þessu vegna þess að það verið að fæla fólk frá því að tala þessu máli sem að ég hef viljað tala. Þannig að þegar að ég sem hef verið að tala fyrir frelsi einstaklingsins og sjálfsákvörðunarrétti fólks og sjálfstæði landsins og eitthvað svona, ef að það má stimpla mig sem sagt nasista fyrir það, að þá eru 100 manns sem að hætta við að koma út af völlin á ótta við að fá sömu meðferð. Skiljið hvað að fara? Já, algjörlega. Að því leiti fannst mér þetta svo alvarlegt. Maður hefur bara, ég sammála þessari greiningu höfður. Fólk sem að mér finnst oft lítið hafa til síns mál, það óttast að ræða hlutina ofan í grunninn hugmyndafræðilega. Það er að versta fyrir það því að þannig í rauninu opinberar það, þannig sýnur þau fram á að það er í rauninu ekkert að fróða Já. Og eina sem það hefur sem það getur gert er að kalla rasist og við höfum fengið þetta mikið og við höfum bara verið hérna að tala við alla. Við töluðum við Sólvögunu, Helga Hrafn hérna, Pírata, Helgi Magnús kom hérna til okkar daginn, Jón Baldvin kom hérna, við erum búin að tala við fullt af fólki, þetta ekkert fólk sem á sömu línu og við eigum bara heiðarleg samtöl. Svo svona ákveðin hópur, komist, samstöðin og sósíalistarnir og eitthvað svona fólk sem að virðist bara hata sannleikann og í samfæringu, þetta alltaf fólkið sem að byrja að uppnefna aðra. Mér finnst mjög áhrifaríkt þegar fólk gerir það svona sérstaklega svona bara svona to your face mætti segja, eða beint í andlitið eða kannski kommentakjörum og svona. Ég er hættur að nenna að verja og ég byrja bara að kalla fólk barnanýðingi í staðinn. Mér finnst það virka bara. Já, mér finnst þetta nefnilega alveg ágætis konsept vegna þess að þú veist, þegar að fólk byrjar að setja einhverja svona merki með á þig og ég meina af hverju ættu við þá ekki með að segja? Já, góðu punktur. Að þú veist, ef þetta er standardin sem við ætlum að fara eftir, af hverju má ég þá ekki búa til einhver nýðerði og smyrja þeim á þig? Jú, og það er líka svo fyndið þegar það er farið undir þessa merki með það. Ég var sá í gær og svo fyndið á einhverju svona TikTok eða Instagram að maður sem sér það svona miði aftan á bíl í einhverju hverfi og það stendur abortion is healthcare, fóstureyðingar eru heilsugæsla og hann fer og tala við hann og hann setur svona hringi nefið á sig og segir, heyrðu, ég er hérna frá dýraverndunarsamtökum og ég ætla að spá hvort þú myndir kannski styrkja okkur, hún alveg og ég sko við erum að leggja aðaláherslu á hunda og svona hvolpa og hún var voða áhugasöm og svo segir hann og við viljum í rauninni stunda svona healthcare fyrir hvolpa með því að við viljum við viljum eyða hvolpafósturum og þá alveg sljákkaði nú í áhuganum og hún vildi alls ekki gera þetta sko en þegar hann fór að spurja hana hvort hún vildi þá áfram styðja við fóstureyðingar en ekki við það að hvolpafósturum væri eitt að þá var hún á því sko Þannig að þá afhjúpast sko, svo var reyndan að halda áfram, en það var þá orðið alveg ljóst á. Hún var algjörlega rökþrótt og var lent í alveg bullandi mótsögn við sjálfa sig. Þannig að þetta er aðferð til að stöðva rökræður sem að reyndar, sýnist mér svona í handritum kommunistana frá byltingatímanum hefur verið þar sko frá því bara 1917 bókstaflega í manjólnum það var bara notiði gildislæðin orð notiði nasisti, notiði rasisti notiði þetta og þetta var bara gefið út alls þar í Evrópu og Bandaríkjunum þannig að þetta er í rauninni bara partur af óheðalegri nálgun og propaganda hvað maður segja áróðri sem þeir hafa beitt í þú veist hvað, hjartnær 100 ár Ég ætla að fá að spyrja einna spurningar viðbót áður við förum í sjálfstæðisflokkin. Það er spurning til Arnars, sérðu fyrir þér að bjóða þig aftur fram í forsetakosningunum? Ég er sannfærður að sú vitundavakning sem hefur átt sér stað, yrði þér í vil? Já, ég sko, þetta er ágætt spurning. Ég er að glíma við tvíþætta pælingu núna. Ég er að verjast þeirri hugsun og ég vil ekki trúa því að Íslendingar séu upp til hópa sko vittlýsingar en ég held að vandamál íslensku þjóðarinnar sé að þeir eru heilaþegnir af ógeðslega lélugum fjölmiðlum ríkisreknum fjölmiðlum notabene með ríkisrekna stjórnmálaflokka sem nota
meiri en miðflokkurinn, af því að þið nefndu hann á hann, notaði meiri en 140 milljónir úr ríkissjóði til að fara í baráttu við minnflokk sem var með 0 krónur síðustu kosninga. Þannig að það sýnir hversu klikkað þetta er. En ég held hins vegar að íslenska ríkinu sem stjórnað af vanvitum sem að bara ráða engan veginn við verkefnið og ég sammála þér, það þarf að eiga sér stað vitundavakning þannig að við fáum fólk sem að vill þjóðinni vel og vill vinna fyrir landið sitt, vill svona koma hlutunum aftur á réttan kjöl. Hvort sá tími er komin eða hvort að hann er að renna upp veit ég ekki, en í rauninni af hverju ætti það ekki að gerast? Ég meina, pælið til dæmis hvaða er þá mikils virði að geta boðið sér fram, að geta kosið. Mennar búin að segja margt ljótt Ástór í öllu ár, Magnússon, en Ástór maður eiga það að hann hefur verið sjálfur þessi samkvæmur og hann talaði í raun og verið skynsamlegar en margir frambjóðundur í síðustu kosningum því að hann var að tala frið og hann er prinsipmaður. Þannig að ég ætla ekki að útiloka neitt en ég get þó sagt það, ég hef engan sérstakann áhugaði vegna þess að þetta var að mörguleiti alveg og rosalega erfið lífsreynsla að sumu leiti eflaust þroskandi lífsreynsla. Fannst þið þá erfitt að fá gaggrínina sem var of kannski óvægin og ósangjörn eða hvað var það sem að fór í þig? Já, sko það sem að mér fannst erfiðast var í rauninni þetta sko að þurfi einhvern veginn að svona verða sko berskjaldaður frammi fyrir öllum og það þurfti að orfið på snúðutu sem sagðir. Já, öllu snúðutur öllu, maður sá það hvernig það var fólk á fjölmiðlum sem að greinilega höfðu legið yfir svona viðtölum eins og við erum í núna og völdu sko í rauninni verstu myndir sem hægt er að velja. Það var svona og sjá það bara svona í beinni útsendingu hvernig til dæmis blaðið og Morgunblaðið sem ég held að væri svona allavega málefnalega á sömu línu og ég ákvað að fara að styðja við Katrínu Jakobsdóttur, sló henn upp á forsíðu, elti hana út all land sko. Morgunblaðið var einmitt eitt af þessum stóðum sem að maður hélt að maður getur treyst á. Nei, það er ekki þannig. Nei, ég er sammálað það. Hvað gerðist þar? Já, sko, ég held að það er eitthvað þarna sem að þolir ekkit endilega dagsljósi. Það er að segja Morgunblaðið er greinilega í samstarfi við New York Times. New York Times er eitt versta woke dagblað bara undir sólinni. Mokkin og New York Times fjölmiðlastimpilin í byrjun. Gerðu mjög það? Það gerði það í byrjun. Þeir var bara áráðsvél og fjölmiðlastimpilin á X. Og þá gefa þér út eitthvað og það fínt áramótablað, Morgunblaðið, New York Times, þá sér maður allar woke-fréttirnar allt í einu sko. En sko Mokkin er alveg hræðilegur í netútgáfunni, hann er skárri í blaðútgáfunni. Já, í rauninni vegna þess að sko síðast þeirri hvað var að kalla þér? Faggin? Já, Mokkin er kallaði Faggin. Okkar menn eru Mokkar að kalla netútgáfuna að kalla Faggin. Þetta er reyndar alveg frábært vegna þess að vefútgáfan hún leikur lausum hala og það er bara einhverjir, þar hafa verið í rauninni vinstri sinnaðir blaðamenn og vók blaðamenn fengið að lauka lausum hala og ritstjórnin hefur ekki skipt sér af þessu. Blaðið er ágætlega ritstýrt, Davíð og Haraldur hafa áttavitan algjörlega, rétt stiltan, en hvernig í ósköpunum þeir ákváðu það að það væri sniðugt að fara eldast við Katrínu Jakobsdóttur og Sjálfstæðisflokkurinn að fara að leggja lagsitt við hana, Kristján Þór Júlíusson fara að grilla pulsur eða baka vöfflur fyrir hann, ég man ekki hvort það var og orðin einhvers konar kostningastjóri á Norðurlandi. Þetta var í bland hlálegt og í rauninni grátlegt. Ég með eina spurningu akkurat í sambandi þetta, því ég held að nýlega afstannar fórstakostningar hafa verið einstakar í Íslandssögunni að því leiti að það er eins og allir sem að kusu ekki Katrínu hafi lagst á það að kjósa frambjóðandi sem þótti líklegustu til þess að vinna hana. Já. Og það hafi unnið. Já, þetta er kannski í fyrsta skipti sem að enginn raunverulega vann kosninguna. Nei, það var bara þannig að það var raunverulega bara þá
að tala að kjósa Katrín sem að kjósa og fólk kaust taktíst það sem að ég held að vera hæstur og það var að myndaði svona konsensus einhvern veginn það og það var Halla þá allt í hennu skaust Halla var mjög lág í öllum könnunum framan af svo lág að Moggin gaf henni til dæmis ekki færa á því að vera í einhverjum útvöldum hópi blaðsins og svo skaust hún upp þarna á síðustu vikonum og ég meina, málið eru þetta eins og þetta embætti við þróast á Íslandi, þá erum við bara að brenna peningum núna, sko. Það eru verið að brenna þarna fleiri milljónir á mánuði fyrir embættisbústað, starfslið og eitthvað svona skrum sem skiptir engu máli vegna þess að þetta skiptir engu máli. Hún ætlar ekki að gera neitt, hún mun ekki standi í lappirna gagnvart neinu sem að skipti máli fyrir land og þjóð og framtíðina vegna þess að hún í rauninni Davos-kona, hún er ekki bara sko hvítflippi, hún er gullflippi, hún búin að fara á til Davos sko oftar en einu svona oftar en tvisvar. Hún er bara World Economic Forum. Já, hún er það og algjörlega og sko Íslendingar Katrín Jakobsdóttir líka. Katrín er líka þar, hún er bara young global leader sko. Já, hún er náttúrulega hennar höllum leiðunum var bara ná kjöri, þá kom hún bara með alla vef WEF talking-punktana sko. Þannig að sko ég meina það er rosalegt að tala bara við hinn venjulega Íslending þetta. Bara síðast í dag segir Carney sem er VF maður, hann er vevari og stýrir Kanada, hann segði í dag á fundi með Kínverjum að samstarf þessara tveggja þjóðamundi í rauninni hjálpa til við að innleiða the New World Order eins og hann orðaði það. Þetta er búið að slagorð á fundum vefarana í Davos. Já, margir aðrir. Þannig að í rauninni þjóðríkið skal víkja og til á að verða einhvers konar yfir þjóðleg, ólýðræðisleg stjórn. Ég ger nú bara ráð fyrir að þú hefði lesið þetta kerfi sem það leggja til, þetta er ekki leyndamál. Það geta allir sem er að horfa hana þá geta farið inn á World Economic Forum eða WEF.com og lesið það sem þeir eru að leggja fram og þetta er ekki einhverja samsæriskenningar, þetta er bara það sem að stendur bókstala hjá þeim og þetta er í rauninni þeir kalla þetta shareholder capitalism en það sem þetta er stakeholder capitalism en það sem þetta er í rauninni bara ný marxismi þú veist þar sem að í rauninni bara fasismi, þetta er bara fasismi Mussolinis þú veist að það er að fyrirtæki með ekki skrifa sína einin stefnu, það er rauninni fólki sem ræður alls konar svona vitleisa sem að rauninni bara gengur ekkit upp og þetta er bara globalist stefna og það sem er að gerast þannig fyrir framan augun á öllum ef að fólk bara reynir að opna augun eru samgróningar og samkrull milli ríkustu manna heims og stærstu stórfyrirtækja heims annars vegar og hins pólitíska valds hins vegar. Þannig eru menn að tala saman það hvernig þeir geti hert tökin á heiminum. Og þá segja Íslendingar að þetta er bara einhver samsæriskenning en þetta er augljóst. Adam Smith og ef þið lesið þetta er bara stendur og heimasíðuna þetta er ekkert samsæriskenning. Ef þið lesið sko samkeppnislögin sem allir eru voða ánægðir með og greinagerðina með samkeppnislögunum á Íslandi þá stendur það sagði Adam Smith á 18. öld að það getur ekki gerst að eigendur stórfyrirtækja og innreikendur komið saman á þess að þetta endi í einhvers konar samsæri gegn almenningi. Adam Smith er eitt merkasti hugsuður Vesturlanda og ef að fólk trúir því að við erum að vera með samkeppnislög til að hamla þessu en vill vera blind gagnvart því sem er að gerast í Davos þá er eitthvað og það er eitthvað bara óútskýranleg heimska sem er þá í gangi. Ekki gleyma þau líka sko að Svabarinn sjálfur sko, bara The Godfather, hann bara taldi upp aðila sem komu upp úr leiðtogaskóla samtakana og það hann taldi 7 þjóðaleiðtoga, spáðið því. Og hann sagði líka we have penetrated the cabinets og hann sagði þetta. Já, þeir eru ekkert farnir, þeir eru alveg hættir að fela þetta sko. Já. Þetta er líka sko málið að fólk myndi hlæja ef að Svabarinn væri sko vondi, ég hef oft sagt þetta, það myndi hlæja ef hann væri vondikallin í Bondmynd. Já, sko fólk myndi segja sko það fellur engi fyrir svona gæja hann er alltaf mikið stereotýpa og hann bara þarna á það líka sko mönnum þætti
finnst hann bara ótrúverðu karakter í Bondmynd hann væri á vík. Algjörlega. Þetta alveg ótrúlegt og í þessum skikkjum og þessu sko, hversu crazy það ein spurning hérna Arnar, hún getur meira þess að tengst inn á þetta, það er hérna eins og sett öfur á Gallup, þá var spurt hvert fólk ætlar að kjósa. Já, ég ætlaði mitt að koma inn á þetta því að þú var settur í stafrófsröð nema Arnar. Heyrðu, vitið þið það? Og þau leiðréttu þetta ekki, þau Nákvæmlega. gerðu þetta aftur og aftur og ég fór svona í framhald af þessu, ég sá þetta og mér finnst þetta ósanngjarnt, þetta fór gegn minni sannfæringu, þannig að ég fór og fór að læst þessara tölfræði og ég svona sem að mér býtu, ef þú ætlaðir að svindla, hvernig myndur þú gera það? Þetta er ein leið til þess og önnur leið er að spyrja svona ákveðna gildislæðina spurninga áður en þú gefur upp sko einstaklingarna sem eru verið að kjósa sko og það var einhvern veginn, þetta bar þess svolítið merki með að við þær fræðigreinar sem ég las að það væri viljandi verið að reyna að taka þig niður eða þitt fylgi, fannst mér persónulega. Það sem fyndna er að þegar ég fór í prókjör hjá Sjálfstæðisflokknum skransandi bara utan að götu inn í Sjálfstæðisflokkin og sagði ég ætla bara að vera í prókjör og var ekkit búin að vera að vinna eitthvað innan flokksins ekkit og eitthvað svona þá var þetta fyrst þannig að það var gefin út listi yfir alla sem voru í prókjörun, það var stafrófsröð svo bara kortir áður en að prókjöru fór fram þá var búið að umstafla listanum og menn sögðu, það var bara dreigið og þetta bara endaði svona, hvar heldur ég hafi verið á þeim lista? Já. Mátt giska einu sinni. Já, botninum. Já, ég var neðstu. Og þetta var bara þannig að svo fór þetta prókjöf fram og mér vantaði bara örfá atkvæði að vera í öðru sæti. Örfá atkvæði að vera í þriðja og örfá að vera í fjórða og ég endaði í fimmta. Og margir hafa sagt við mig eftir á, auðvitað var þetta bara þannig að það var verið að halda þér fyrir utan, þess að þetta hefur verið svo óþægilegt að þú hefur verið að inni. Pæliði síðan fer ég að inn á þingið og ég var auðvitað ekki þægilegur skiluru, ég eins og í þessu leigubílstjóra bull frumvarp sem að Sjálfstæðisflokkurinn lét hafa sig úti í að leggja fram sem var augljóslega bara til þess fallið að búa til alls konar vandræði og þá sagði ég nei og endaði með því að það var aldrei kallað eftir því að ég kem inn sem og hefur heldur betur reynst sko bara hræðilegt fyrir Arleif Flokksins var ekki, hver var það sem lagði þetta fram fyrir flokki? Áslaug Arna. Akkurat, ég myndi það. Hún líka stoltinn færslu þegar að fór í gegn. Þetta er nefnilega, það sem hún hefur gert hefur ekki elst vel, greið sko. En talandi Sjálfstæðisflokkin, þetta er sko, ég er hægri maður og mér finnst einhvern veginn frelsi haldast í hendur við einstaklingshyggju og mér finnst að haldast í hendu við það að sé frjálsmarkaður og lítið regluverk og ekki regluverk að fargan og svo framvegis og það sé að hver og einn einstaklingur beri mikla ábyrgðin hafi líka frelsi til ákvarðanatöku. Mér finnst þú minnka þegar því lengra þú fer til vinstri á pólitíska rófunu og í rauninni alveg saman hvort það væri kommunismi, nasismi eða fasismi, það er í rauninni allt alræðishyggju. Og ég seti þetta allt undir sama hattun þess að þetta er allt lengst til vinstri, þetta er ekki til hægri þetta er bara, þetta er bara í rauninni alræðishyggja með nationalisma eða með globalisma og þú mátt velja Sjálfstæðisflokkurinn var alltaf hægri og hann stóð fyrir ákveðnum gildum sem aðri flokkar gerðu ekki og hann stofnaði 1929 og hafði byggt rosalega lengi á þessu gildum og þú veist hann Jón Steinar til dæmis, hann skrifaði þetta á Facebook sá ég á sín tíma að flokkurinn væri búin að tapa gildum sínum og svo sér maður þú veist Þórdísi Kolbrúnu koma og mér fannst hún alltaf vera eins og ráðherra sko fyrir samfylkinguna hjá Sjálfstæðismönnum veist? Og svo náttúrulega opinberar hún sig bara núna nýlega í blaðinu þegar hún er að tala fyrir því um að ganga inn í ESB sem er svona bara það sem þú sagðir í byrjun þáttarins sko, þetta var í orðin allt í ESB-flokkur, maður held að það ætti að vera viðreist en og maður klóra sér svolítið í hausnum á þessu og þú ert að lýsa þetta prófkjöri, þú kemur inn á götun, þú reynir að fara í prófkjör og maður velti í fyrir sér, er hægt að gera Sjálfstæðisflokkin aftur að hægri flokki eða er einfallega, er þetta of mikið svona, hvað maður að segja, regluverkar fargan og bjúrokrasía þannig að ef einhver ætlaði að koma nýr inn eða einhver nýr hópur og gera þetta aftur að þessum klassiska íhaldsama kristilega hægri flokki sem að kannski var, er það hægt? Eða er hann bara, þú veist, er hann bara búinn? Ég held að þetta sé búið. Ég leit á þetta sko þessi barátta sem ég tók út af bókun 35
sem að miðar, þetta frumvarp sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram, sko ekki einu sinni og ekki tvisvar, heldur þrisvar sinnum. Og síðan stutt núna eftir að þessi vinstri stjórn tók við, þá er Sjálfstæðisflokkurinn haldið áfram að styðja við þetta í utanríkismálanefnd. Það er nú hópur samt innan Sjálfstæðisflokksins sem er algjörlega mótfallin þessu. Klárlega, það er hópur sem að ég var áður meðal annars formaður fyrir sem er félags Sjálfstæðismannum fullveldismál. En ég lagðist gegn þessu vegna þess að ég sagði að þetta er andstætt öllu því sem stjórnmálaflokkurinn Sjálfstæðisflokkur á að standa fyrir. Og þegar ég fór í þessa vegferð, þá kom Bjarni og Þórdís og þingflokksformaðurinn og alls konar fólk og ég var tekin inn á fund í Valhöll og það átti bara að messa yfir mér það hvernig þetta sneri og ég er bara að vera góður strákur sem að ég náttúrulega augljóslega er ekki og flokkurinn þegar síðan ég reyndi að taka þetta upp á fulltrúaráðsfundi þá áttaði ég á því hvernig flokknum er stjórnað. Þetta er ekki venjulegu stjórnmálaflokkur frekar en aðri stjórnmálaflokkar í landinu. Hann er á ríkisstofnun, honum er stjórnað af einhverju svona klíku sem er á bakvið tjöldin og þegar að sem sagt umræðum þetta mikilvæga mál sem á að varða hjartað í flokknum, henni var vistað út í horn til þess að ræða á einhverju borði og borði hinum einn var verið að ræða eitthvað sem að varðar bara þú veist, kynja kvóta hjá ríkisstofnunum eins og þetta var jafnsett mál, þá sá ég í fyrsta lagi hvernig þetta var og svo sá ég þegar herdeildin kom frá flokksforustunni til að kjósa málið, ekki til að taka þátt í umræðum, heldur til að kjósa, þá hugsaði mér, þessum flokki verður ekki bjargað, þetta er ekki lýðræðislegt, umræðum er ekki hleypt upp í. Þetta hjá Sjálfstæðisflokknum? Mig myndi einhvern tímann að það hefði verið kosið gegn þessu. Þetta var allt gervi kosning. Ég bað að fá að koma upp í pontu á þessum fundi. Þegar ég mæti á fundin þá var mér sagt þetta verður rætt út í horni, ég fer út í horn, þar er þetta rætt í 2 mínútur, svo er kosið eftir að múurinn er komin, flokks, klíkan er komin til að kjósa gegn þessu og svo sagt í fjölmiðlum, já þetta var rætt og þetta var kosið þetta, en þetta var náttúrulega allt fake. Þetta er svokölluð Delphi aðferð, þetta er splundrað upp í 10 hólf og svo er kosið þarna og útsendara flokksforustunar fara á milli borð og kjósa og þetta er allt saman bara endurspeglun á því hvers konar í rauninni gervi stjórnmálaflokkur þetta er orðið, eldri kallarnir sem voru með mér á fundunum svo þetta er þvílík aftur frá því sem var þegar allir gátu komið upp og tjá sig og þetta var lýðræðislegt og púlti var opið og orðið var frjálst. Þetta er bara ekki svona og við verðum bara komin í veruleikann. Sjálfstæðisflokkurinn, hef ég sagt, hann er bara dauður. Hann er lifandi lík núna og þegar það gerist, hugsaðu ykkur það, að konum eins og Þorgerði Katrínu sem er einhvers konar Evrópukrati, sósjaldemokratískur vinstri sinni, þegar henni er hleypt til æstu metorða innan Sjálfstæðisflokksins, þá er það í rauninni einhvers konar viðvörunarbjöllur sem ætti að fara að hringja þá. Þegar að Þórdísi Kolbrúnu með fullri virðingu fyrir henni, þetta er ekki slæm kona, en hún er bara raungum flokki, þegar hún er líka sósjaldemokratískur Evrópusinni og vinstri sinnu sennilega, þegar hún er tekin og sett til æðstu metorða í Sjálfstæðisflokknum, þá líka hefðu alls konar viðvörunarbjöllur átt að hringja en þau gerðu það ekki. En þetta hvorttveggja sýndi ákveðin veikleikamerki og það sem að ég var búin að stúdera í aðdraganda þess að ég tók þátt í þessu prófkjöri var að ég sá það að hinn klassíski Sjálfstæðisflokkur undir stjórn Ólafs Thors og Hafstein og Bjarna Benediktsson svonar eldri var að hann var flokkur sem að var andum þjóðleg, kristileg, söguleg og menningarleg gildi og þetta var til umræðu á fundum flokksins. Það sem gerðist í rauninni með því að Bjarni yngri tekur við þessu er að þetta er allt saman þynnt út og aðal áhugamál Bjarna aftur með fullri virðingu fyrir honum. Hann er ekki slæmur og hafði ótrúlega hæfileika sem stjórnmálamaður sem að því miður fór mjög illa með að þá snerist þetta orðið allt peninga. Mjög merkilegt. Vegna þess að vinstri menn hafa í rauninni engan áhuga öðru en peningum. Allt snýst peninga og þeir sjá svart ef einhver er að græða eða á meiri peninga næsti maður. Að Bjarni talaði mest vexti og
afganga ríkissjóð og fór reynda hræðilega með ríkissjóð þegar hann bara prentaði pening allir í COVID-inu og var í rauninni ekki góðu fjármálaráðherra. Arfleifð Sjálfstæðisflokksins í seinni tíð í rauninni samstarfi kommunista, peningaprentun, verðbólga, skuldsetning, svik við kjósendur sína, undanbrögð gagnvart öllu sem heitir sjálfstæði landsins, flótti frá fullveldinu, lega fyllir í á nokkur ára fresti þar sem öllu fögru lofað og í anda sósíalista. Svona flokkur dauður og hann bara dauður því miður. Það með alls konar menn reyna að bjarga þessu en það of sterkt öfl á bakvið tjöldin starfandi til þess að nokkur maður fá að komast til valda innan Sjálfstæðisflokksins sem ekki þóknanlegur valdaklíkunni þar. Já. Ég er nú ekki ósammála þessu sem þú segja en ég hins vegar þáttastjórnandi og maður það svona að challengera eitthvað. Devil's advocate. Sko það virðist vera að Sjálfstæðisflokkurinn hafi spilað svolítið með svona eiginlega allt og mikið með vinstri grænum þegar voru í stjórn, kannski til þess að halda völdum, til þess að splundra ekki, til þess að missa ekki taumhald einhvern veginn, en á sama tíma voru þeir að missa það, af því að það voru aðrir að leiða í rauninni. Og ég meina við sáum til dæmis þegar þeir voru að reyna, var ekki Jón Gunnarsson sem var að reyna að herða ákveðna stefnu í útlendingamálum og svoleiðis og það var bara allt vitlaust. Já. Ég sá það nú reyndar alveg í beinni útsendingu hvernig það var. Sko. Það að segja, ég held að vera á þessum sama þeir reynda þá hann að standa í lappurnar þá en það, þú veist. Ég kann vel við Jón og ég held að hjartað í Jóni sé rétt stilt. Hann skynjar alveg hvað hægri og hvað vinstri og hann að gamla skólanum en það var mjög dapurt að sjá það með Jón. Að þegar að reynt var á landsfundi að rétta stefnu Sjálfstæðisflokks í útlendingamálum og það var búið að álykta í nefnd að það ætti að herða skrúðurnar, þá gerðist það að flokksforystan lagðist gegn þessari ályktun og bjóð til ályktun sem að var í anda Samfylkingarinnar og Jón tók það skítverk að sér á fundinum að ganga erinda flokksforystunar í því. Þannig að hann tók 180 gráð breiði. Hann gerir það sko. Gegn sannfæringu sinni. Já, í rauninni, ég held það sko. Já. Þannig að þetta endaði ekki vel og það sem að náttúrulega í rauninni kristallaði ruglið sem að var í gangi í Sjálfstæðisflokknum hana var og þessa óábyrgu sko stefnu í útlendingamálum og þetta hugleysi sem að einkenndi í rauninni veru stjórn flokksins í valdatíð Bjarna var að Samfylkingin tók fram úr Sjálfstæðisflokknum í þessum efnum þegar hún fór að tala það að það væri tímabært að fara að herða á reglunum í þessu. Nei, ég meina Samfylkingin í rauninni orðið meiri Sjálfstæðisflokkur heldur en Sjálfstæðisflokkurinn sko. Sem segir ykkur allt það hversu gjörsamlega sko tíndur út á túni Sjálfstæðisflokkurinn orðið. Það pæli því, maður eins og ég sem bara, ég var bara alin upp í sjálfstæðishugsjóninni og komin af sjálfstæðisfólki, ég nóta beni ekki auðkýfingum, allir segja út af sjálfstæðisfólki, þetta bara eitthvað auðkýfing, þetta bara vinnandi fólk, skilur, sem vildi, afi minn var rakari, amma minn var hárgærislu kona og þetta var bara fólk sem ólíkark, sko, það alveg ljóst. Ég engin ólíkark, heyrðu, en þegar menn eins og ég eru farnir að segja ég get ekki verið í þessum sósíalistaflokki lengur þá ætti það líka að vera einhvers konar viðvörunarmerki fyrir utan þau sem ég er búin að nefna fyrr. Ég held að þetta sé ástæðan fyrir að þeir hafa mist fylgi og það mjög áhugavert að sjá hvernig þú lýsir því sem að gera sko innan flokksins og svo á sama tíma og þetta að því að þú veist að tala einhvern veginn hvernig við erum búin að fara af hægri vangnum, þú veist, hann bara, það algjör tómarum þar, þú veist, miðflokkurinn kannski mest til hægri en svona, hann ekki hægri flokkur, hann í rauninni bara miðjuflokkur með pínu nationalíska stefnu og núna kemur Kristrún Frostadóttir fram og segir við getum alveg náð saman við miðflokkinum útlendingastefnu, þannig að þeir eru bara búin að taka 180 gráða beygju, alveg gjörsamlega og frá því hvernig var fyrir 10 árum eða svona þannig og Kristrún Frosta mögulega að, veist, ég fór að hugsa og mér langar svona að bera þetta undir, ég fór nú bara að hugsa býtu, ef að hún ætlar að fara að gangast við miðflokknum
þá hlýtur náttúrulega að vera eitthvað verulega valt að gerast þarna í þessari ríkisstjórn vegna þess að það verður ekki vinsælt hjá Viðreisn og það verður ekki vinsælt, eða þú veist, kannski hjá Flokki fólksins en þeir eru svona eiginlega búin að þurrka sig út með því að svíkja loforð og búin að vera svona loforðafyllir í og maður fyrir bara að hugsa býtu Samfylkingin er rauninni sósíaldemókrata flokkur sem þá orðið nationalískur sem að þú kallaði réttilega þetta er bara svona þetta er orðið lýgilegt sko og maður er bara wow en ég fór að hugsa býtu þú veist ef að hún er að gera þetta þú veist er hún þá kannski búin að sjá fyrir endan á þessari ríkisstjórn er hún mögulega að vera fyrir til hún gerir þetta náttúrulega ekki ennum miðil sem að Þóruður Snær áður rak þú veist og hann er náttúrulega ákveðin kjarni hann í flokknum og hún neglir þessu út og þetta er sko sponsað og þetta er auglýst gífurlega flokkurinn rauninni breytir stefnu, gjörsamlega þetta er rosalega sérstakur tími til þess að breyta áherslu og stefnu og þetta gerist á sama tíma og Trump er að setja pressu það er áhugavert að það hefur engin forsætisráðari í Evrópu, allan að stærri þjóða farið gegn utanríkisstefnu Bandaríkjanna og séð annað kjörtímabil sko. Það eiginlega þekkist ekki. Áður hún svarar þessu að bara allir minna að við förum í komment eftir 10. Yes. Já, mér finnst þetta svolítið spennandi. Fattar þú hvað ég er að meina? Það er svona svolítið margt að gerast og það er sérstakt að gera þetta á þessu tíma. Algjörlega. Ef hún fer í kosningar, sorry hvað ég er að blara mikið, en ef hún færi í kosningar, að þá núna eins og skoðanir kannin líti út, að þá gæti hún mögulega náð stjórn með miðflokknum. Og áttum okkur líka á því að sósíaldemókratar í Danmörku, Mette Frederiksen, sem var kosin og hún tók rosalega harða innflytjandi afstöðu og þetta er það sem hefur verið að gerast einhvern veginn allstaðar á Norðurlöndunum og ég held að þetta sé brilljant útspil hjá Kristrúnu þó ég sé ekki endilega á sama máli og hún sko þegar kemur að mörgu öðru og hún færist nær mér þarna samt þú veist, þetta er áhugavert. Já, akkurat, sko Kristrún er sennilega mjög grindur einstaklingur og hún getur lesið kortin betur heldur en flestir aðrir þarna inn á þinginu. Hún má eiga það. Því að hinnir eru ekki bara huglausir í þeim skilningi sem við varum að lýsa áðan. Það fylgir ekki einn samfæringu. Og vilja vera leggja Jólfur Ármannsson. Heldur eru þeir líka eru líka sko ekki sérstaklega vel gefnir. Kristrún er ágætlega vel gefin. Já. Og hún les stöðan ágætlega. Ég held til þess að Þorgerður Katrín, henni virðist vera fyrirmunna að lesa skynsamlega í kortin. Hún er búin að vera rángstæð eiginlega bara í hverju einustu viku og eins og grindalöpari felldar eiginlega allar sem utanríkisráðherra. Og Þráinn Bertelsson, fyrrverandi þingmaður, ég man eftir því fyrir svona 20 árum síðan og skrifaði hann alltaf svona pistil alltaf aftan á fréttablaði. Frábæri pistil alltaf hjá honum. Ég fannst hann skemmtilegur og hann átti þessa setningu, þetta er eitthvað máltæki íslenskt, að betra hemja 100 flæra á hörðu skinni en píkur 2 á palli inni. Og þetta hef ég oft hugsað þegar ég horfi á þær þarna 3 stöðlunar í ríkisstjórninni. Þetta er dæmt til að springa með látum. Já, og þá er það bara út af fyrir því skynsalegt að Kristrún sé með varaplan. Þegar að Þorgerður náttúrulega kemur strax eftir að Trump er kosin og byrja bara á vestræni heimur það að finna sér nýja leiðtoga. Þú veist, hvað er þetta að gera? Svo hittir hún Trump og kemur svo lamin hundur tilbaka. Hann er nú sjarmerandi kallið, þú veist, vissi það bara, hún er bara, hann náttúrulega hefur, þú veist, það er enginn að segja mér að maður sem er hér kom að gera á Trump, við hafa ekki heyrt af svona frá einhverju íslenskri manneski með engin völdurunni á alþjóða vettvangi. Þeir hafa verið búin að láta hann vita og hún hitt. Já, alveg 1,000,000% sko. Já, veist, hann tekur bara í hendina þér, snýr henni niður og dóminar að þig aðeins og segir þú veist, ég heyri þið nú að þú er ekkert að segja alltaf fallega hlut um mig. Langar þig í 30% tolla? Langar þig í 300% tolla. Nei, ég meina þetta er bara maður sem að bara myndi mögulega segja þetta og hann er að fara snú upp á hendina þér. Hann getur það og þú ert að setja það í fáránlega stöðu en gott og vel, hún dregur úr þessu og við fengum svo sem bara okkur 10% og við höfum gríðarlega mikilvægi núna í augnablikinu og við ætlum að fara í utanríkismálin þú ætlaðir að fara í kommentin eftir smá og ég ætlaði kannski að fá að skjóta einu inn mér langar, þú veist, ef
kannski, þú ert að tala að Þorgerður Katrín sé búin að vera að fella hindranir, skilur þú veist eins og, já. Villaðum upp. já, bara þetta er svona svo fullu grinda hlaupar nei, ég var eiginlega að taka þetta samlíku en hérna, hvar finnst þér hún hafa, þú veist, klikkað, þú veist, hvar já, þú veist, hún getur nefnt kannski nokkur svona. Já, sko, þetta er náttúrulega fyrir það fyrsta að ef þú ert út á rúmsjó sem að Íslendingar eru náttúrulega bara alltaf á þessum kletti hérna, að alltaf fara að binda sig við sökkvandi skip sem að Evrópusambandið augljóslega er. Ég þegar Jón Baldvin sér að sé eins og hlaupin í brennandi hús og hefur verið á þeirri skoðun í 15 ár og þá er það kannski eitthvað sem við ættum að taka mark á. Já. Hann er mest Evrópusinni í Íslandsugunar. Já, algjörlega, en aftur, Jón Baldvin er súper klár ná. Hann er það, 100%. Og hann var frábær greinandi og einn mælskasti stjórnmálamaður Íslandsugunar. Algjörlega, bara yfirbúra maður á svo mörgu leyti. En svona menn hugsaðir hvernig hann var til dæmis tekið niður og hvernig í rauninni það er hérna leitast við að ráðast að þeim sem að svona eru líklegir til að skara fram úr. Má ekki hleypa þeim. Sko, akademíska samfélagið telur að hann sé áhrifamesti utanríkisráðherra Íslandsugunar. Já, ég hugsa að það sé rétt. Já. Og hann náttúrulega sýndi ótrúlegt hugrekki, talandum hugleysi núverandi stjórnmálamanna, að þá sýndi Jón alveg ótrúlegt hugrekki þegar hann ákveður það að standa með Eystrasaltsþjóðunum, en þegar hann þjóðhetja í þessum ríkjum. Vissirðu það að út af því, hvernig hann stóð sér þar, þá var hann kallaður á fund til Úkraínu, ekkert löngu eftir að það gerist, og hann spurður að því hvað er ég að gera? Þú veist að það var svona Sovétríkin að falla og þú veist þetta er líklega verið, þú veist, 91 eða eitthvað. Og hann ráðlegguði að gangi í NATO og þú veist lýsi við sjálfstæði og svo framvegis gangi í Evrópusambandið. Hann taldi það er til þess að þeir myndi halda sjálfstæði sinni í framtíðinni. Það er kaltanislega að það er líklega innrás Rússlands aldrei átt sér stað ef þeir eru farið að ráða hans og hann sagði einmitt frá þessu í þínu stóli þetta er merkileg saga, þú getur kíkt á þetta. Hann sagði að svo sem hann rætti við hefði alltaf að sofa á þessu, hann gerði það lengi að náði ekki endurkjöri. En það var bara stutt sko, þetta var magnað en mér finnst þetta svona eins og segir, þú veist þarna er maður með heistu, þorði að gera hluti og ráða fólki heilt jafnvel þú að vera átsamt og pólitískt að þá virðist hann hafa verið sannspár alveg bara ótrúlóft. Algjörlega og ef þið hugsið því að við ætlum að fara að tala Þorgerði Katrínu, að ef þið hugsið það bara aftur í tíman þegar við vorum með menna í íslenskri pólitík sem að var ekkur sko hryggsúla í og voru vitsmunavir. Við vorum með Davíð Oddsson, Jón Baldvin, Ólaf Ragnar og fleiri inn á sviðinu, Steingrim og fleiri á sama tíma. Ég meina þetta er bara í samanburði er þetta bara sviðin jörði í dag. Sko, það er náttúrulega ótrúlega dómgreinda brestur hjá Þorgerði Katrínu að ögra mikilvægustu vinaþjóð Íslendinga á 20. öld og fram til dagsins í dag með því að grafa til dæmis undan varnarsamningi okkar við Bandaríkin, það var eitt, með því að leggja til að við og í framkvæmd vinna því að Ísland sogist nær áhrifasvæði og inn á áhrifasvæði Evrópusambandsins þegar að ljóst er að Evrópusambandið er hnignandi efnahagslega og Bandaríkin eiga greinilega miklu meiri möguleika á því að vaksa. Og gengur bara miklu betur akkurat í dag, þeir eru með miklu meiri hagvöxt. Já, Evrópusambandið er miðstýrt kerfi sem að mörgu leyti í sinni hagstjórn stundar einhvers konar áætlunarbúskap í sovjeskum stíl með leyfisveitingum og skrifræði og alls konar ólýðræðislegri stjórn og að þessu kýs hún að halla sér í staðinn fyrir að velja þau gildi sem að í rauninni skipta mestu máli sem að eru málfrelsi, lýðræði, valddreifing og svo framvegis sem að ef að þau eiga sér einhvers staðar málsvara í nútímanum eru í Bandaríkjunum. Auðvitað er það þannig að Bandaríkin hafa
spilst á seinni árum og áratugum og margt ljótt má Bandaríkin segja en engin þjóð hefur stuðlað með skýra hætti að uppgangi og vexti og framförum á Íslandi heldur en Bandaríkin og það að hún skuli kjósa að fara þessa leið eins og reyndar hún Þórdís Kolbrún hafi gert áður segir okkur það að þessar konur í raun og veru eru ekki þær valda ekki þessu starfi. Marshall-aðstoðin einmitt dæmi þessa beinu efnahagslegu aðstoða sem að við fengum mest allra ríkja í Evrópu svona sem dæmi sko. Ég ætlaði að mynda að segja hvað það mikið sko kaldhæðnin að utanríkisráðherra núna að reyna að loka bara skemma líku eins og að reyna að skemma við Bandaríkin og svo sem var á undanni rústaði öllu við Rússland í svona 100 ár sko, lágmark. Hún lokaði sendiræðina, þetta náttúrulega bara, hún alveg geta, farið ég held að Rússar reynu eftir að endur sko að það ef að einhverjir taka við sem að þeim skapi sko. Þeir þurfa að menn, ég held að menn þurfa að mæta hjánum sko. Það er búin að reynast Íslendingum vel. Já, en talandu það, þá gerðist alveg stórmerkilegur hlutur í dag sem að áhorfendur kannski veit ekki að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, allt í einu farin að tala það að það þurfi að eiga góð samskipti við Rússland. Rússar séu Evrópuþjóð og aðrar Evrópuþjóðir verða eiga friðsamlega og góð samskipti og viðskipti við þá. Það eitthvað tengt orkukrísunni í Þýskalandi? Já, það getur tengst ýmsu. Ég held að þetta sé miklu starra. Ég held að í rauninni þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna sem gefin út í nóvember og síðast ári. Að hún yfirlýsing það að ef Bandaríkjamenn eiga að halda áfram að styðja Evrópu, þá verður Evrópa að fara að vera sjálfbær og hún verður að vera með öflugan her. Það hefur verið að tala mikið alþjóðlög og alþjóðlög hafa enga merkingu ef enginn sem getur framfylgd og það að sama með þjóðríki ef að þau eru ekki sterk að þá líklega að vera ráðast inn í þau og það líklega að það vera ekki borið virðing fyrir þeim og svo framvegis og svona hefur þetta verið alla söguna alltaf engar undantekningar. Það sem hefur gerst á undanförnum árum frá því að Sovétríkin féllu 91 að þá, það kom svona smá tími það sem hafa lítið að gerast í Rússlandi en núna bæði Kína og Rússland búin að vera þjóta upp efnahagslega og miklu sterkari að bjóða okkur byrgin og við þurfum eiginlega á Rússlandi að halda ef við ætlum að geta balansera þennan bara þess að baráttu út og ég held að það sé að verða mönnum alltaf ljósara og ljósara þannig að það þarf að verða einhvers konar nýr samningur og ég spáði hjá Frosta fyrir svona 2 árum að ég hef meira að Úkraína því samið það sirka bát það sem að Dnípróáin að þar myndi það skiptast í austur og vestur, bara svipað og Þýskaland var sko, en ég held að það sé engin spurning að menn að fara að semja aftur við Rússland og það gríðarlega auðlindir, þetta alltaf, þetta mun allt fara tilbaka og ég get sagt ykkur þar, ef ég ætti mikið af peningum, þá myndi ég vilja hafa það í Rússlandi þegar viðskiptabönnunum verður aflétt sko. Það verður einhver mesta uppvaxta tími sko allra þjóða í heiminum held ég. Höldum aðeins áfram með þetta eftir augnablik, ég ætla að taka nokkuð komment núna, við erum búin að vanrækja spjallu okkar, við erum besta spjall á landinu held ég bara af nokkrum þáttum, ég get alveg fullir það. Ég held að það sé alveg bara hárrétt hjá þér. Hérna blek svart, ég horfði á viðtal Björns Þorláks við Arnar á samstöðunum íslenska djúpríki, væri til ég að vita meir það. Sko, við fórum nú ágætlega í það bara þegar við tókum sjálfstæðisflokkin á hann, við getum kannski farið aðeins. Ég held að djúpríkið miklu sko víðfæðmar, það ekki bara sjálfstæðisflokkurinn, þegar í rauninni allir stjórnmálaflokkarnir eiga fulltrúa sinni í djúpríkinu því að þeir eru allir partur af stjórnkerfinu. Þeir eru allir á ríkisjötunni, étandi uppurunni sjálfir, skammtandi onni hana sjálfir og þeir sem að í rauninni stýra þá þessu íslenska ríki, það eru ósýnilegi menn að ganga ósýnilegra hagsmuna og gæta alls þess sem að þar að það má ekki rugga þessum bát. Já, það er alveg augljóst. Og þetta, ef við værum með fjölmiðla sem var einhvers verðir og ég held nú reyndar að svona podcast eins og ykkar gegni mikilvægu hlutverki, nótabenni ekki ríkistyrtir, þeir sko, það er verðugasta hlutverki, þeir að beina kastljósuna að þessu. Ég var spurður að þessu þegar ég fór í einhvern yfirheyrslu þátt hjá dagmálum,
og hvort að þetta væri ekki einhver samsæðiskenning, ég sagði sá maður sem þekkti Íslands þjóðfélag best eftir að hafa setið á ritstjórnarskrifstofu á Morgunblaðsins í 60 ára eða hvað það var Styrmir Gunnarsson og hann talaði djúpríki oftar en einu sinni. Ég hins vegar sko málið með Styrmi, ég náttúrulega bara sá þetta svo allir aðrir þegar hann voru að tala þetta. Ég á alltaf, sko, menn hrósuðu honum mikið fyrir þetta, ég á alltaf rosalega erfitt með að hrósa mönnum. Þetta væri svona svo þú hefðir tekið allt sem í boði var fyrir þig, spila með öllu, komið svo eftir 30 ár og talaði hvað þetta væri ógislegt. Fattar þú hvað ég meina? Já, ég skil. Mér finnst sko þegar þú ert búinn að njóta góðs að þessu, þykja þetta, þú ert orðin svona komin í þá stöðu, þú ert orðin ósnertanlegur. Þetta hefur, hann staðfestir þetta, en þetta hefur ekki, svona mínu mati, þetta er ekki redeeming, það er ekki einhver svona, hann er ekki að verða betri maður í mínum augum fyrir að segja frá þessu. Nei, en svo má líka spyrja sig, voru það hagsmunir hans þá að segja þetta? Nei, er þetta ekki bara þá aðili sem er komin á þann stað, hann þarf ekkert á þessum hagsmunum að halda lengur. Nei, raun ekki. Það er það sem ég er að meina, sko. Og gerði samt greiða okkur að í rauninni segja þetta. Já, þetta er... Hann getur borið vitni þetta, gat það. Ég segi það, sko. Þannig að betur er seint en aldrei, en ég held að þetta sé raunverulega svona og spurningin er ekki hvort það sé til djúpríki heldur hversu djúpt er ríkið. Ég held að sko, ég var skilgreina djúpríki, af því að það er svolítið mikilvægt svona í öllu sem ég talaði ég var skilgreina. Við getum gert það. Langar að fara í fleiri komment áður við fyrir mig það. Gerum það. Ég skal bara skrifa þetta hjá mér hérna. Það er mér finnst Arnar ágætur, er langt frá að vera sammálunum í pólitík, en mér finnst hann einlægur sem er frekar sjaldgæft nú orðið. Svo kemur hérna greit spurning frá Justice for JC, okkar maður bara benda á að 2/3 af hverju 3 moskum í Írak er búið að loka. Milljónir manna er verið að skýra í Íran á síðustu árum. Þetta er það sem Íran send svona með öllu valdi. Wow. Já, ok, þetta ég vissi þetta ekki. Sko. En er hægt að lesa þetta einhvers staðar? Hann getur kannski hendi inn á tjattið, þannig að við getum hérna fengið að fræðast aðeins þetta. Jafnvel inn í söfnuðin. Ég var ekki aðeins til að skoða. Svo er hérna spurning meira fyrir Jón Helga og aðra í spjallinu sem eru miðflokkarar. Hvað eru spurningarna sem miðflokkurinn þarf að svara sem fyrst? Ég leiðrétta þetta. Ég hef ekki lýst yfir stuðningi við einhvern ákveðin flokk. Ég myndi segja að miðflokkurinn var nær mér heldur en allir aðrir í augnablíkinu. En hérna, ég sé, þú veist, það er alveg hluti sem að ég var til í að breyta. En já, ég myndi alveg styðja Snorra eins og staðan er í dag og mögulega Sigmund. Þá er hérna, hvað eru spurningar sem miðflokkurinn þarf að svara sem fyrst ef hann á að vera alvarlegur þjóðernisflokkur? Ég myndi persónulega svona fyrst vera að beina þessu hérna, bara þetta greina til annarri spjallin líka, ég ætla bara að svara þessu elsnött. Ég myndi persónulega segja það sem þarf að gerast þarna er að það þarf að leggja áherslu á þarna séu prinsippmenn. Við völd ekki lukkurittarar og menn geta túlkað það vita líklega allir hverja er verið að tala þarna og þeir vita líklega hverja þeir eru. Og svo þurfum við að fara að spyrja spurningar hennar, finnst okkur í lagi að Íslendingar verði í minni hluta í eigin landi og ef ekki þá þurfum við að fara að spyrja okkur svolítið erfiðra spurningar hvernig við ætlum að koma í veg fyrir það. Ég held að nasjónalískur flokkur, það er svolítið svona það er tvíbeitt sverð. Og maður þarf að passa sig á því að þó maður vilji vernda eigið land og menningu og þá má maður ekki fara að beita þar á ofbeldi eða fara að hata það. Og það er rosalega mikilvægt að hafa það að leiðarljósi. Að því sögðu að þá held ég að útlendingamál og svona utanríkisstefna hvað það varðar að hún þarf að vera byggð á verðleikum alveg eins og allt kerfið okkar þarf að vera byggt á verðleikum og þannig að þegar að við erum að fá fólk hingað þá að einhverju leiti þá þurfum við að horfa á það þannig eins og við séum að ráðin í fyrirtæki. Þú veist, við þurfum að skapa sjálfbært ríki og fólki sem kemur inn eykur þessa sjálfbærni og þannig þá er þetta ekkert vandamál. Þá brennum við ekki upp innviðin, þá í rauninni gröfum við ekki undan okkar eigin kerfi og endum við ekki neitt, sko. Af því að það er það sem að gerist þegar við dælum með fólki sem getur ekki tekið þátt í samfélaginu. Hvað er hérna? Ég sammála þér, þetta er svona lítið viðkvæmt samfélag eins og okkar sem hefur ekki hér og valla svona viðbragðssveit almennilega hjá lögreglunni, verður að velja vel inn. Getur ekki búið til öryggisógn innan lands og við getum vel á þessum tímum valið fólk út frá hvaða hefur fram að færa
aðrar þjóðir hafa gert það aldir og í langan tíma. Það eru margir sem gætu lagt íslensku samfélagi lið í ýmsu tilliti. Það er margs konar þekking sem við höfum ekki. Við höfum vanrækt okkar skólakerfi því miður, við höfum leyft því að drabbast niður. Við gætum haft gott að því að fá alls konar þekkingu hér inn en þetta er allt spurningu, ég get ekki orðað betur en þú. Þetta er eins og að ráða inn í fyrirtæki. Í rauninni og að því þú nefnir sko menntakerfið, að það er náttúrulega bara bein ógn við lýðræðið að sko helmingu drengja og þriðjungu stúlkna get ekki lesið sér til gagns. Já, ég er sammálaður. Það er beinóknir, sko, þú veist, í þeim löndum þar sem að lýðræði, það er ekki hægt að koma á lýðræði, það er út af því að það er ekki læsi. Já, alveg rétt hjá þér. Ég meina, forsenda lýðræðisins er að fólk geti myndað sér sjálfstæða skoðun og lesið sér til og þegar að skólakerfi í rauninni bregst svona alvarlega eins og það hefur gert brugðist drengjum sérstaklega, þá er lýðræðið í hættu. Og ég æfði nú kappróður í Englandi í heilan vetur og þá var náttúrulega bara viðkvæði var þetta sko. Þú ert hérna borð í bátnum, þá er eins gott að þú sért ekki farþegi. Við fáum bara menn í Þú ert að róa með okkur. That can pull their weight sko. Við verðum í litlu samfélagi á lítilli þjóðaskútu að hafa menn sem geta og þessuna komum við inn á grunnhugmyndi lýðræðis sem að til dæmis Aristoteles, Plato og þessi menn tala Karl Popper í frjálsu opnu samfélagi kemur inn á og þetta er það að það sé einsleitni þegar að kemur að markmiðum samfélags og grunngildi séu saminuð. Þegar þú ert að taka ólíka menningar heima sem hafa alveg gríðarlega ólík gildi og við höfum talað þetta svo oft ég ætla ekki að dvelja á þessu lengi að þá í rauninni eru menn að róa í sikkura áttina og þá fer þjóðarskútan ekki neitt. Þetta er í beinu það sem ég ætla að henda fyrir okkur næst sem sko, þegar við erum búið með kommentin eða svona eitthvað af þeim, slatta við þau eru að hrúast aðeins inn í. Já, endilega, taktu fleiri komment, þetta eru góða spurningar. Það er Bretland sem að bara gæti ekki passa betur en þess að þú ert að segja heldur en bara... Já, ég vil að taka það núna og halda svo áfram með kommentin, eða viltu taka fleiri? Það er allt og langt. Ég vil komast yfir nokkuð komment og svo förum við það. Ég seti þetta hérna á listan. Þið eru ekki nasistar, þið eru bara liberals. Ég er örugglega liberal það er bara búið að skemma hugtaki liberal. Það er bara búið að eyðileggja með einhver svona vinstri kjaftæði. Brynjar Níelsson var með frábæra færslu daginn, sko. Hann er kallaður öllum illu nöfnum en hann er liberal, sko. Já. Menn ætti að lesa það. Það er ekki, svo er fólk sem er ekki með skoðun, það er bara að segja bara sér rúfsegjum, hann er verið að vísa í fólk sem er TDS eða Trump Derangement Syndrome. Það er mjög mikið af fólki sem ætti ekki að vera með skoðun og stjórnmálum. Sverrir er í kommentunum og segir að við séum hrikalega sexy, það þarf alla að segja okkur það en það er alltaf gaman að heyra það. Það má vera seint þreyttur á þessu. Lýðræðisflokkurinn er minn flokkur, segir Pálmi Sturluson. Miðflokkurinn þarf að koma með góðar útskýringar á hvað flokkurinn ætlar að gera í húsnæðismálum. Já, Davíð Bergmann var að spurja út í það áðan, bara hvernig myndi tækla það, við kannski reynum að fara í það aðeins og eftir. Svarið er einfalt að reka út 100.000 útlendinga. Búið að benda á link með Íran, YouTube sensora. Justice for Jesus, mátt endilega hendunum inn í þá Björkast söfnuðinn grúpun okkar. Ég er mikið til að skoða þetta. En ég ætla aðeins að skella á Bretland núna og ég ætla að fara í smá forsögu með svona það sem búið að gerast þar bara síðustu 2 fucking vikur. Sko, lögreglan þar er náttúrulega búið að vera uppvísað stórkostlegum legum. Í fyrsta lagi þá voru þeir staðnir í því að ljúga til af hverju stuðningsmönnum Maccabi Tel Aviv sem reynda þekktar fótboltabullur en enga síður af hverju þeim var bannað að koma til landsins til að fara á Evrópuleik Aston Villa við Maccabi Tel Aviv. Og opinbera skýringin upprunalega var svo að þeir óttuðust hversu miklar fótboltabullur þeir voru og vísuðu þannig gögn frá Hollandi og svona. Svo kemur bara í ljós að að skal ég segja þeir eru að ljúga til hvaða gögn þeir fengu frá Hollandi. Þeir bjuggu til þessi gögn með gervigreind. Það sem kom svo aftur í ljós var að þeir voru staðnir að ljúga vegna þess að þeir voru hræddir við að þetta er í Birmingham. Það er gríðarlega stórt samfélag múslima. Þeir voru hræddur að þeir voru búin að hafa fregnir að þeir varu byrjar að vopnast fyrir heimsókn þessara gyðinga. Þannig að þeir óttuðust bara að þeir var að fara að kála þeim og bara bönnuðu þeim að koma í staðinn. Þeir eru svo hræddir við þá. Ofan á allt annað, þá kemur svo í ljós að þessi lögreglustjóri að
2 af þeim, ég veit ekki hvað voru margir nefndir, ég held að það hafi verið 5, 2 af aðilunum sem að hann fór fyrir svona matsnefnd, 2 af aðilunum sem að þurft að meta hann voru leiðtogar Mosku í Birmingham. Samfélagsleiðtogar eins og það kallaði það. Eitthvað svona ímam. Já, ok, þetta er númer 1. Þeir eru að fara að setja í stefnu að byrja í apríl, mestu persónunjósnir mannkynsögunar á einstaklinga. Það er rosalegt og reyndar var það held ég lagt til af Tory það var lagt til af íhaldsflokknum nefnilega. Sem að, þú veist, og það kemur mér svo mikið óvart líka sko. Þannig að þessi báðir stóru flokkarnir, enda báðir búin að missa fylgi en halda áfram. Já, það er bara miðað við á sömu skoðanakönnum þá bara getur hreinlega sko Farage og félagar Reform UK gætur hreinlega fengið hreinan meirihluta eftir hvað skoðar bara í flestum kunnunum er það orðið þannig að því að þú þarftir hún ekki meira en bara þriðjung atkvæði þess að mynda, þetta er rosalega skríti kerfið þarna í Bretland. Hvaða njósnir þetta eru sem ég er að vísa í? Já, er þetta ekki bara prívat skilaboð á milli manna? En þau eru þannig sko að Apple fór í mál við á. Þeir vilja bara geta skoðað skilaboð hjá öllum. Já. Sem að nota forritið, sem að þýði það... Það er öll forrit sem að verða leið í Bretlandi, þau áður en að eru dulkóðuð af skilabóðaþjónustu, alveg sama hvað skilabóðaþjónustu notar, þá fara þau í gagnagrunn hjá breska ríkinu sem að yfirferðu með gervigreinda leitandi að einhverju ógnarlegu. En ég meina, gætu þau ekki alveg eins bara skoða mitt, ég myndi ekki fara til Bretlands, eða þú veist... Jú, það er nefnilega málið. Það er það sem er ennþá stærra við þetta, það er að Apple fór í mál við á, vegna þess að réttarhöldin voru í leynd. Og Apple vann málið til að hafa réttarhöldin opinber. Þannig að við vitum ekkert hversu mörg önnur fyrirtæki er í málaferli við þá. En þeir ekki bara krefjast... Þannig að það gæti verið leynileg málaferli við fjölda fyrirtæki sem er að reyna að berjast gegn þessu. En það sem er ennþá rosalega við þetta er að þeir krefjast aðgang að gögnum frá öllum þessum fyrirtækjum hjá öllum í fucking heiminum. Þetta er rosalegt sko. Já. Eina vonin í þessu held ég er að Bandaríkin grípi til varna og geri það sem að ég lesa þeir hyggist mögulega gera er að beita á viðskiptaþingunum eða þeir ætla að láta þetta verða að raunveruleika. Sko við erum líka bara að tala annað að því að hefst, sko síðastu svona hvað getur maður ekki skoðanakannanir sem að voru gerðar þarna sem ég vissi af, það er nú 2-3 vikur síðan það voru gerðar, það var Starmer í 14% fylgi, það er að segja verkamannaflokkurinn sem var með meirihluta en fekk þú bara 31 eða 3% kostningu, ég man ekki hvað var. Hann hefur lækkað síðan þá ekki. Já, hann hefur lækkað í hvað eru núna. Ég man ekki prósentuna. Hann komin í einstafa. Það var allavega verið að segja frá því og það sýnt í könnunum að hann er með minna fylgi heldur en Hitler var með rétt áður en að skaut sig. Já, ég vissi ekki að það verið að gera marga skoðanakannanir þá. Nei, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, það hefur engin forsætisráðherra í sögu Bretlands verið með svona langt fylgi í svona langan tíma og það er í rauninni með ólíkindum að hann hafi ekki sagt af sér og það er eiginlega bara óskiljanlegt. En þegar að menn eru í þessari stöðu, ég meina þá verða svona valdbeitingar úrræði rosalega... Já, nákvæmlega, hann er orðin svona óvinsæll og kannski er þetta liður í því að halda völdum lengur heldur en hann á að gera. Það er eitt frekar fyndið, sko, að hann er svo ósjarmerandi, hann er svo mikið feik náungi. Hann er ógeðslegur bara. Já, hann er bara, ég get ekki fundið betra orð, hann er ógeðslegur, ég ætla bara að segja. Ég hlust á hann og ég fyrir að þvæmur hendurnar, það er bara svona, þú veist, ég er bara grísi eftir. Já, heyrðu, en sko það er svo fyndið, ég lasi það fyrir nokkrum ára síðan, að ef þið skoðið þá sem voru að stýra, sem sagt, þessum sovjetlýðveldum og meðal hans held ég hann hafi heiti Honecker sem var yfir Austur-Þýskalandi þetta voru allt svona einhverjir svona slísi svona búrókratar og menn sem voru alveg gerilsneitir og gjörsneitir öllu sem hét bara svona persónleiki og hann passi algjörlega inn í mótið Keir Starmer, hann eins og hann hafi verið sko bara búinn til frá í rauninni unglingsárum hannaður í það að verða eitthvað svona
leiðtói í einhver svona lögreglu ríki sem svo Bretland því miður að verða. Það virðist verið að leggja þetta til í mörgum Evrópuríkjum í takt við WEF og Evrópusambandið. Þeir leiða handtökur vegna færsla á netinu og eru með 3 sinnum meira heldur en það sem kemur á eftir þeim. Keir Starmer og menn geta flett þessu upp, þetta á X-inu og örugglega, ég veit ekki hvort þetta á YouTube, en hann hefur sagt það í viðtali við BBC að ef hann ætti að velja á milli Westminster, það að segja breska þingsins annars vegar og Davos hins vegar, hvort myndi hann velja? Og hann fljótur að svara, Davos allan daginn, segir hann. Ég sé þetta við tala líka dvotta fyrir það. Það hlutirnir að gerast, sko. Þannig að hann líka vefari, sko. Hann sko, þetta er sko, ég held bara sko Stasi myndi ekki einu sinni láta sér dreymum þetta á sínum tíma, sko. Það er bara grínlaus, sko. Þetta væri alltaf lyftistöng fyrir Stasi í Austur-Þýskalandi sem fyrir þá sem ekki vita er einn allræmdasta sko leyniþjónusta allra tíma og það var fylgst með öllum í Austur-Þýskalandi og mér minnir að sko 1 af hverjum 5 var útsendari sko ríkisins, þannig að við svona meðaltali við hvert einasta fjölskyldumatabóð þá var einn útsendari, þetta var alltaf bara lýgilegt sko. Svo er annað. Ég fæst við svona óþægilega tilfinningu núna, ég er í heitapottinum og ég er nú svona típa sem að ég segi bara það sem að mér dettur í hug, þó ég noti kannski orðið ógeðslegur ekki oft við fólk sko. Já. En við notum það svolítið í þættinum hérna meira venjulega. En ég fæst um svona óþæginda tilfinningu þegar ég sit í pottinu með fullt af fólki og þá er yfirleitt, segjum að við séum kannski 7 saman annað fólk sem ég þekki neitt, þá eru oft 2 sem að þora að tjá sig, svona frjálslega. Þá eru líka yfirleitt 1 eða 2 sem steinþegja og ég fæ svona þessa óþæginda tilfinningu. Hún er náttúrulega vonandi fáránleg en ég hugsaði með mér svona hefur þetta verið í Austur-Þýskalandi. Þessi er kannski að fara að klaga mig á eftir. Beint í kommentakerfin. Er það ekki? Já, jú, alveg. Þetta var nefnilega, sko. Ég er svona sögunörd, sko, og þetta var svo ruglað í þessum kerfum og þessum allræðisríkjum. Og þetta er það sem að einkennir allræðisríki, það verður allt falskt, það verður allir að njóstum hvern annan og þessar flokkslínur sem að þú talar að þú er risið upp gegn, að það er verðið svo trúarbrögð. Og þú mátt ekkert gagnrýna þær. Ég meina, þær verða í rauninni sko sannleikunum ofar og alveg sama þú að mistekst sko, af því að þú veist í rauninni má flokknum ekki mistakast. En já, ég kannski komin aðeins að punktinum, en basically í Austur-Þýskaland, þetta er hræðilegu staður og að hugsa til þess sko að þessi löggjöf sem að Starmer er að keyra inn, að það hefði gert sko Stasi, það hefði gert lítið úr Stasi. Það er bara með ólíkindum. Ég ætla að færa ykkur enn meiri fréttir akkurat að þessu frá Bretlandi. Það segir okkur hvert við erum að stefna, það segir okkur, þetta eru, við megum ekki sofna á verðinum, þetta eru allræðis tilburðir sem er að grípa sig og þetta er bara stór hættulegt. Ég spilaði tölvuleik í dag. Ég sá þennan tölvuleik á nútíma. Ég myndi ekki vera stoltur af því. Þegar þú heyrir hvers konar tölvuleikar þetta var, þá verður þú stoltur. Okay. Þetta er tölvuleikur sem er ríkistyrktur tölvuleikur í Bretlandi. Hann er krakkar í skólum er látnir spila núna, það er fylgst með því hvernig gengur hjá þeim og það er í boði að spila, þá getur þú séð hvar þú endar ef að þú erir úlingstrákur eða stelpa og hann er ríkistyrktur og þú ert settur í aðstæður og það taka ákvarðanir. Bara það að þú látum taka hlutlausar ákvarðanir, þá að fara að segja, þetta gæti nú, það er ein spurningin er bókstaflega, það er vinuðin er að segja frá einhverjum sem tengist innflytjendamálum. Hvað gerir þú? Og eitt af því bara, ég fyrir beint og deili því og valkostinni sem á að vera svona miðjuvalkostinni er sko, ég fyrir að kynni með málið. Hörðu, svari við því, ég skora bara fólk til að fara sjálft og spila hana leik, þið getið það. Ég misti aðeins chain of thought náðan þegar ég var að tala um Austur-Þýskaland. Já. Og þið tók ekki eftir því. Og málið það sem ég ætlaði að nefna er að það sögðu allir til hvers annars. Því að þú voru allir svo hrættir að næsti væri að fara að segja til sín. Já, svolítið svipað eins og þú ert að lýsa. Og mæður klöguðu jafnvel börnin sín og alls konar svona. Það var meir foreldra. Já. Það verið mitt það sem ég ætlaði að fara að líka þessu, það er þarna, er sko, vinuðin segir þetta, og það var þessi karakter sem heitir Amelia, ég kem aðeins að henni eftir, þetta er smá saga, þetta er mjög nauðsynlegt að spá aðeins í þessu, og svo var að segja kennarinu frá þessu, að fara að kynna sér málið, eða að fara bara beint og deila þessu og verða svona bara, þú veist, og ef þú ætla bara að fara að kynna þér málið, þá þetta getur nú leitt á braut sem þú getur orðið hreinlega bara hreinlega skal ég segja þér. Svona ekstrímist. Já, þú getur bara verið í hryðjuverka watchlist og svona. Já. Þetta er tölvuleikur fyrir börn sem er 11 til 14 ára og
þeir þurftu að taka hann úr umferð tímabundið og breyta honum vegna þess að þessi Amelíu karakter sem átti að vera vondi kallinn, hún var svo vinsæl að það var allir konum með myndir af henni og farnir að okay. en grínlaust, þetta er svo mikið áróðsverk. Þetta er miklu verra en Hitlersæskan. Þetta er miklu verra og það er mikið sagt. Þetta er pjúra áróður, þetta er ríkistyrtu leikur sem, þetta er bílum. Þetta er það, ég vissi þetta ekki, þetta er rosalega, en einmitt að sjá Bretland í þessum farvegi að því að maður svona bara alltaf svona ákveðna virðingu að því að þú veist þessi lög sem eru skrifin, nú er ég ekki sérfræðingur sem þú í lögum, en English Common Law er grunnurinn að mjög mörgum lögum þar sem að þú veist eitt gildir yfir alla og svo framvegis, það er fyrirmynd af mörgum lögum við það. Já, það er alveg rétt. Við eigum það sameiginlegt með Bretum að lögin okkar svona þegar að Ísland var til, þau mótuðust úr grassrótinni. Lögin voru sameign fólksins. Það er hugmyndin með common law. En meginland Evrópu á sér allt aðra réttarhefð og það er top down. Þá kemur þetta bara niður eins og bara múrsteinar ofan á fólkið. Og þess vegna hefur meginland Evrópu aftur og aftur sótt í einhvers konar valdboð, harðstjórn og alræði í formi, þú veist, Rómarveldis, Mussolini, Hitler, þú veist, og hvað þetta heitir allt saman. Og Bretar voru svona kyndilberar allt annar hugsunar og að sjá þá verða þessu að bráð. Það er það sem að gera common law öðruvísi, þeir koma svona top up á meðan að hinir voru kannski bottom up fyrir ekki og meðan að hinir voru sko að koma frá einhvers konar lénsherrakerfi þar sem að fólk er í það ekki og þeir setja lögin og það fer niður og gildir yfir alla og sá strúktur og samfélaginu virðist halda sér. Nákvæmlega, og það er það sem að Evrópusambandið er stefnt í það mót. Já. Og að Þorgerður skuli kjósa það módel umfram lýðræðislegt sjálfsbrottið módel segir okkur í rauninni hvers konar dómgreindar skortur er hann í gangi hjá henni. Skulum ekki, að því að Þjóðverðir eiga að vera svona fyrirmyndaríki í Evrópusambandsins svona, eða voru það allavega. Ég ætlaði bara að benda á þeir eru í 3. sæti yfir þau ríki í heiminum sem að handtaka flesta fyrir færstur og samfélagsmiðlum. Veitu, Bretar eru þá nummer 1? Já, langefstir, ég man ekki hverju voru nummer 2. Það voru bara einhverjir, sko, það var örugglega Kína eða eitthvað? Eitthvað svoleiðis, sko, eitthvað svona, þú veist. Þjóð sem er líka margfald stærri, sko. Já, en Bretar eru sko með bara höfuð og herðar fyrir ofan allara. Þeir vita það innan við 10% af þessu endar í sakfellingu. Þetta er augljóslega svo hvernig skertektik. Þetta er ég held að þessi alræðisríki sem að kannski láta fólknum bara hverfa sko, að þeir séu ekkert mikið að skrá þetta hjá sér. Það er góða punktur. En svona af lýðræðisríkjum þá er ég hef áhyggjur á Bretlandi. Ég þykir rosalega vænt Breta. Mér finnst þetta rosalega flott samfélag sem þeir byggðu, þeir voru óbúðslegt veldi og það er óbúðslega margt gott sem við komum frá Bretlandi og ég veit að margir líta svona hotnu á þá að því að þeir voru nýlendur risi og svoleiðis en bara iðnbyltingin og allt kemur þaðan og þeir voru kannski líka bara fyrstir í þeirri stöðu til þess að geta nýtt sér þessi tækni. Já, og hugmyndirnar það að fólk ætti ekki að láta valta yfir sig af hálfu valdhafa samanber Magna Carta og það er mjög snemma, það er bara 1215 að fólk ætti einhvers konar rétt gagnvart þessu yfirþyrmandi valdi og allir þyrftu að svara til ábyrgðar þar að segja valdhafarnir. Þetta er rauninni þetta er enskar hugmyndir sem að síðan smitast yfir til Bandaríkjana og verða grunnurinn að sjálfstæðis yfirlýsingunni og stjórnarskráni þar og síðan stjórnarskrá í hinu vestræna heimi. Enda gátu ekki sigra Bretana, þannig sé að þeir voru sigraðir innanfrá. Það er að falla rótna innanfrá mætti segja. Að því þú nefndir stjórnarskrá Bandaríkjana að þá er mér hugsað til trúfrelsis ákvæðisins sem að mér finnst persónulega vera rángtúlkað. Maðurinn sem að kemur þessu í stjórnarskrá Bandaríkjana er Thomas Jefferson og á mörgum talin sem er 3. forseti Bandaríkjana, einn af 4 sem að lögðu mest til við gerð stjórnarskránar og hugmyndin bak við þetta ákvæði var það að svona trúastofnanir, hvort sem að vera í kirkjan eða eitthvað annað, gætu í rauninni ekki neitt fólk til þess að gera eitthvað gegn þeirra vilja. Það var ekki hægt að þú veist, ég get ekki sagt þú átt að trúa á þetta, það er þitt val. Og að sama skapi mátturu praktisera þína trú svo lengi sem hún samræmis landslögum.
og sé innan þeirra marka og boði góð gildi og við skulum ekki gleyma því að stjórnarskrá Bandaríkjanna stráng kristin og þetta svolítið áhugavert vegna þess að miðað við þessa skilgreiningu, ef ég skil þetta rétt og nú ert þú fyrirhandi dómari sterkur í lögum þá hljómar það svolítið bara fyrir mér eins og að Islam sé bara hreinlega ólögleg trúarbrögð á Vesturlöndum eða þar sem að trúfrelsis ákvæðið þannig að þetta snýst ekki trúfrelsi heldur þess að fólk geti ekki brotið lög eða búið að slæma síði. Hvað finnst þér þetta? Já, ég hef aðeins kynnt mér þetta og mér sýnist á öllu, ég hef stúderað svolítið Jefferson og hann var stórmerkilegu maður eins og margir af þeim sem að koma að þessari vinnu að þeir höfðu ekki hugmyndaflögu í að ímynda sér að önnur trúarbrögð en kristni í rauninni myndu seilast til áhrifa. Þannig að þegar þeir eru að fjallum þetta trúfrelsisákvæði þá eru þeir meira að hugsa þetta í samhengi mismunandi kirkjudelda kristinnar kirkju. Kannski að reflekta aðeins á miðaldir líka og hvað gerist á þeim tíma. Já þetta voru menn með sögulega vitund líka, þeir áttu þess á því, en trúfrelsisákvæðið þetta miðar að þessu sko að það má ekki kenna neitt eða iðka neitt sem andstætt góðu siðferði. Akkurat. Og þegar við erum þá komin í það að hugsanlega að menn eru farnir að vilja fremja líkamsmeyðingar segjum á stúlkubönnum með umskurði og drengjum. Já, það reyndar ekki partur af múslísku trúarbrögðunum en það menningarlegt, já. Það svona menningarlegt hjá gyðingum og fleirum. En sko þegar þetta fara að snúast að fullorðni menn eigi að fá að kvænast barnungum stúlkum eða að náskilt fólk eins og hefur verið til umræðu í Bretlandi. Nú ertu að tala sharia-lögin og þeir mega giftast niður í 9 ára aldur eða hvað ég manni hvað. Og frændur og frængur bara náskilt við erum talið annan og þriðja lið. Reynda að afnema þetta daginn mættu það mikill mótstöður að hverfa frá því. Já, þetta hefur skapað stórkostleg vandamáli sem í Pakistan og fleiri löndum. Í skjóli trúfrelsis ákvæðisins eru mögulega að þrífast alls konar bara voðaverk sem eru andstæð góðu siðferði. Já, þannig að einhver staðar á leiðinni sko verður ég vil meina það að þarna á einhverju tímapunkti hafi þetta ákvæði í rauninni verið rángtúlkað vegna þess að þú ferð að koma inn með menningu sem að með gildi sem eru andstæð þeim gildum sem eru fyrir. Já. Og eins og ég skil þetta bara með því að lesa textan og það sem þessi fyrirætlanir þessa manns, það það til þess að koma í veg fyrir nákvæmlega það. Já. Þannig að ég get bara ekki skilið öðru sig en samkvæmt þess að ég skrifaði þetta ekki en ég bara segja eins og ég skil þetta þá ættu þau vera ólögleg. Samkvæmt stjórnarskrá. Já, ég hef ekki hugsað það en sannarlega má segja að ef að trúarbrögð, ef að trúfélaga var að boða það sem andstætt góðu siðferði þá gengur það gegn þessu ákvæði stjórnarskrárinnar okkar. Já, andstætt góðu siðferði og lögum. Mér langar svolítið það bara þannig sko, þú stundar ekki líkamsmeðingar á börnum eða hvað þá, það bara varla maður ekki sagt að kynlífum. Já, þetta eru náttúrulega fyrir þá sem maður vilja kynna sér þá geta að lesa sér í lögin eða hvað Það líka sko, ég sendi þér þetta viðtal fyrir einhverju síðan helgi, það var við MI5 fyrir útsendara sem breska innan ríkis leyniþjónustuna, hvað sem þetta heitir. Já. Leynisþjóðar segir að sem að starfa innanlands. Hann kom eftir að grooming gang, nauðgunargengin koma aftur í sviðsljósið, Elon Musk. Svarti gæinn hann. Já. Þá var þetta aðili sem var að vinna, hann sagði frá því hvernig þessir aðilar bæði njóta svona mikilla friðhelgi og hvernig þeir komast til valda. Nú sjáum við nefnilega að marga borgir í Englandi eru komna með múslimska borgarstjóra. Þessi nýjast í Brighton, hann tala alla ensku sem dæmi sko. Hann var að lýsa því, hann sagði þetta rosalega einfalt, þú sérð ekki þennan hóp fólks mæta og dreifa sér landið, þau mæta alltaf, þetta þéttur kjarni á litlu stað sem svo bara þrýsti sér út. Þetta kjarni sem haldið í hershöndum af þeim sem að leiða samfélagið, þú ferð ekki gegn þessum kjarna. Þeir sjá til þess að í staðinn fyrir að þeirra hagsmuna sé gætt, þá passa þau að flokkurinn sem ætlar að gæta þeirra hagsmuna, hann fær öll atkvæðin úr þessu samfélagi. Þetta eitt og einasta. Þeir sjá til þess, þeir fara til og horfa á fólk kjósa og svoleið, hann lýsti þessu alveg í smáatriðum.
Svo endanum kemur að því að þegar flokkur er búin að bukta sig nógu lengi og beygja sig undir þessa aðila, þá gerist það að sem sagt þessum hópum fjölgar, hvort sem það er á náttúrulegan eða fólk flyst þarna inn í þessi hverfi og það verður alltaf stærri og stærri. Á endanum verður það þannig að það sem við erum farin að sjá, það er þessi múslensku borgarstjórar í þessum borgum og bæjum sem er alltaf að fjölga. Það er vegna þess að nú er þeir orðnir nógu margir, þeir kjósa alltaf eins og meðan að hinir eru kannski fjölmennari en þeir eru að dreifa atkvæðan sínum svo að þeir vinna nánast undantekningarlegt kosningar þeir eru orðnir nógu stór hluti af samfélaginu. Já, Þetta er svona eins og hann lýsti í Game of Thrones svo helviti skemmtilega þegar hann var spurður hvort er stærri tala, 5 eða 1. Augljóslega 5 og hann benti 5, 1 skilur ef þú ert bara saminaður kraftur þá ert þú miklu stærri og öflugri heldur en þessir 5 sem eru dreifðir sko. Akkurat. Þannig að svona gerist Ég man eftir þessu viðtali og hann lýsir líka hvernig að þeir hafi vitað af þessum misnótkunum og þessum gengjum og það virðist vera að það hafi verið vítósmennin og lögreglunar, það virðist vera að það hafi verið vítósmennin og verkamannaflokksins og bara þú veist, þetta var svo yfirgengilega sjúkt sko. Þetta er svo sjúkt vegna þess að þetta afhjúpar í rauninni veikleika þeirra sem eru inn í kerfinu og hugsa ekkit annað en sitt atvinnuöryggi eru tilbúinir einhvern veginn að afsala sér öllu sem heitir sko eigin samviska og sannfæring bara þeir geta fengið að halda áfram aðeins lengur í fínu stöðunni sinni. Þannig aftur það er þessi aumingjaskapur sem ég talaði áðan. Þú myndist á lögregluna. Ég glemdi því, það er enn eitt máli. 5.000 lögreglumenn voru ráðnir til starfa í London einnig saman. Þar á meðal voru dæmdir nauðgarar, aðilar sem voru að stunda þetta innan lögreglunar. Það var vegna þess að þeir sleftu bakgrunnsskoðun fyrir þessa lögreglumenn vegna þess að þeir eru að styrkja fjölbreytileikan í metro lögreglunni í Bretlandi. Það er eiginlega, manni fallast bara hendur. Já, þetta er orðið svo... Þetta er bara ekki, þú veist, athugasemd að hvað maður að segja, sko. Já, það sagði eitt við mig daginn, ég fór að fótboltaleik í Bretlandi, það sagði ég myndi ekki fara til Bretlands, ég er hættur að fara ánga. Það var einn að segja, kona mín fór til Manchester og bara á leiðinni frá flugvellinum á lestastöðuna varð hún fyrir 5 mismunandi aðilum sem að árétta hana kynferðislega. Já, alveg. Allavega hérna að segja Danny B hérna í kommentunum. Það var einn sem ég langar að... Manchester, já. En mér langar að áður en að hérna við förum aðeins í kommentin og förum í það sem við ætlum að ég ætla að taka hérna eitt sem hann eldur var að segja hérna í kommentunum sem að Arnar geti haft mikinn áhuga á. Já. Þá er eitt hérna og það hafið talað nauðganirnar sem gamlar konur er að verða fyrir í Svíþjóð. Hafið þið séð það? Já, ég ekki... Það er áralöng núna síðan 2018 eða 19 núna. Það er talað þetta sé þetta verði skandal sem að mun skekja Svíþjóð þegar byrjaði. Þá eru mörg 100 konur sem hafa sætt heimaþjónustu eða á elliheimilum orðið fyrir kynferðislega ofbeldi, hvort sem það eru nauðganir eða einhvern veginn öðruvísi. Þetta er það sem hafa komið á borð lögreglu. Sænsk yfirvöld voru núna að viðurkenna fyrir stuttu að þau hefðu reynt að leysa þessi mál og gert lítið og þeim leystu innan hús sem þýðir að líklega eru málin 3-4-falt fleiri, ef ekki meira. Margfalt fleiri. Og fólk náttúrulega ef heldur að það sé að vera að fara að leysa hluti innan húsa þá bara sleppir að segja frá þeim sko. Já, það er svoleiðis sko. Það er nokkuð ljóst. Og þetta er hópur sem mögulega margar hverja get ekki sagt frá. Þetta eru mörg 100 ef ekki 1000 eldri kvenna algjörlega varnarlausa gagnvart þessu. Og þetta er ekki mín orð heldur var verið að tala um alltaf 30% af þeirra sem starfa við þessar aðstæður meðal annars var einn sem var minnst á. Hann var sakaður þetta, meðan að málið hans var rannsakað, hann var afgani, að þá fékk hann að starfa áfram innan hann sem að brauta allavega 3 í viðbót. Já. Það er verið að tala um að þetta sé bara það sem að mun... Þú veist, þetta lýsir náttúrulega svo mikill bilun, fyrirlitningu, virðingarleysi á svona einhverju leveli sem að maður á bara bátt með að skilja. Ég veit ekki til þess að þetta hafi nótt tíma verið vandamálaður í Svíþjóð, sko. Nei. Þannig að þú veist, þetta er svona ómenning sem að maður skilur ekki alveg hvað hann er að koma og fyrir þá sem að hafa kynnt sér Afganistan og það sem hefur viðgengist þar og það er nú ekkit endilega sko alfarið tengt Íslam þess að þetta er ekki
Þetta ekki svoleiðis í öllum löndum en sko það sem að þrífst þarna í Afganistan bara á einhverju öðru leveli með reipboys og svona. Já, strákar sem að taka munaðarlýs ekki hælum og nauðgála að dansa fyrir sig og niðurlega sko. Og þetta var algjörlega útilokað þessu fólki sem að þykist vera svo óbúslega gott og hafa svo mikla sómakend og saka kannski menn svo þig að hafa ekki samkend að það gat flutt inn þessa menningu, bókstaflega nauðgunarmenningu, blygðunarlaust án þess að geta litið nokkuð tíman í eigin barm og hvað segja síðan tölfræðiniðurstöður úr Evrópu? Hvað voru Afganir aftur í þessum löndum sem að þú skoðaðir margfalt líklegri til þess að fremja kynferðisafbrot? Í Þýskalandi 70 sinum. Það var að mest. Þetta er, þú veist, eflaust eitthvað variasjón sko á þessu en það er rosalegt tölfræði. Já. 7000% líklegri. Já. Það er helviti mikið. Sko, ef þetta er svona og við erum við erum komin í enska boltan að verið að stúdera það, þú veist, hvað er hver leikmaður að gefa marga sendingar og líklegu til að skora mikið eða tækla oft og svona. Býtu, áhverju ekki að einbeita sér því hvaðan er gott að fá fólk og hvaðan er slæmt að fá fólk? Akkurat. Þetta er ef að tölfræðin er svona skýr. Já, þetta er það sem ég lagði til meina sem við Helga Hrafn sko, við diskuterum þetta alveg fram og tilbaka sko og ég vildi meina það sem sagt að almannaheill sem sagt ef ég var í alþingismaður þá er almannaheill fólksins í landinu mínu það kemur fyrst, ekki fólks fyrir utan landsteinana. En þar í rauninni voru við ósammála, hann vildi láta þá njóta vafans en hérna ég og auðvitað verðum við að muna það að við megum ekki stimpla heilu þjóðirnar og heilu þjóðfélagshópana og margir þeir sem að koma hinga til Íslands eru auðvitað fólk sem hefur búið við hræðileg stjórnarfar og er jafnvel líklegt til að hjálpa okkur til að stilla fókusin aftur því að við erum orðið svo ruggluð. Stór hluti Íslendinga og er bara keks rugglaður. Og ég hef hitt fólk bara hérna frá Argentínu og Suður-Ameríku og ýmsum löndum sem og Austur-Evrópu sem segja bara þið verðið að fara að snúa af þessari braut, skiluru, því við höfum mjög slæma reynslu af sósíalisma og allt þetta. Þannig að en samt sem áður þá eru kannski ákveðin trend sem að birtast þegar við erum að skoða þetta sem við þurfum að hafa í huga. Ég er nefnilega akkurat búin að það sem þú varst að segja að við þurfum mögulega að vera að bjóða fólk velkomið og svona en af hverju eru við þá að fara í demografíu sem er líklegust til að valda okkur skað? Það eru aðilaprástrar í sig á löndum sem náttúrulega þegar þú ert með PTSD eða þú ert með búin að áfalla sögu þá ertu líklegri til að beita ofbeldi eða þú kemur stakur aðili herskildu aldri, kallmaður, einn kallmaður þá ertu líklegast til að sogast inn í einhvern hóp sem að dregur til sín aukahópa. Ef við erum á annað borð að fara að fá fólk frá svona stríðshrjáðum svæðum, þetta er náttúrulega í andstæðu líku við allt sem ég tala um í þáttum og svona jafnrétti, þá hefur að taka inn konur og börn. Þetta eru aðilarnir, kallmenn eru með mestu aðlögunarhæfna, sjálfsbjarga vitund og annað og við getum bæði rannsóknir reynda að sýna það að konur sem að koma frá þessum ríkjum sem þú ert að tala um eru líklegastar til þess að aðlagast okkar menningu þegar að koma í það, þannig að það er mikið til þess sem þú segja sko. Þú veist, það er ekki þessi skortur á fólki af hverju meira að segja, fólki sem að er sko, talar alltaf um þessi mestu feministar og annað, þau vilja samt halda þessu áfram að þetta séu, þú veist, reyndar er þetta sko ekki svona mikið á Íslandi en í Bretlandi, Þýskalandi, Frakklandi þá er gríðarlega há prósenta sem koma sem flóttamenn til þess að landa. Það eru stakir kallmenn á herskildualdri. Og svo stakir kallmenn sem að ljúga því að þessi börn sko. Já. Þannig að af hverju bara leysum við þetta vandamál ekki og getum sæst þarna við? Eru við í kommentunum með þá eða? Hérna er greit spurning, þannig að ég ætla að lesa hana. 2 spurningar. 1. Hvað finnst Arnari sem lögfræðingur sviptingu forsjárföður sem veit ekki transa barni sitt? 2. Má finna ofar í kommentum paid. Ok, býtum við. Kynntur þér það mál sem að var ekki, ég heyrði af þessu sko og í rauninni það sem að ætti að hafa hérna í huga eru þetta báðir foreldrar væntanlega að fara með forsjá barnsins, það verður ekki ráðist í svona meiri áttar inngrip nefnum samþykki beggja
Ég las málið ekki það vel. Var hann með Ég er forræði? með 2 spurningar því ég las aðeins í gegnum þetta. Í fyrsta lagi, já, ég held að það hefur verið sameiginlegt og það hefur verið, þú veist, að þurfti að ákvarða hvor færi með það vegna þess að þau gátu greinilega ekki gert það saman, voru ekki samstíga. Já, en þá ætti annað foreldri að hafa neitunarvald ef það var að fara að ráðast í svona meiri áttar aðgerð. En sem sagt, það sem mér langaði að spyrja var það að nú kemur einstaklingur, svo kallaður sérfræðingur frá samtökunum 78 þetta og ég held að það væri bara landlæknir sem að mætti gefa út leyfi til þess að kalla sig sérfræðing á þessu sviði, af því að þetta hlýtur að vera heilbrigðismál. Er það vitlaust hjá mér? Nei, það eru gildi hér lög heilbrigðisstarfsmenn eins og það heitir. Já. Og þar er landlæknir með sérum leyfisveitingar. Já. Þannig að þetta þarf að vera fólk sem er sérmentað á þessu sviði. Þú ert segja með fréttir ef að einhver starfsmaður einhverja ríkisríkina samtaka er Teymis stýra samtakana 78 í þessum málum eitthvað svoleið, sko, ég man ekki nákvæmlega hvað það var, en það sem sagt, mér fannst það vera rosalega skrítið að dómari í hérastómi hefði samþykkt þetta sem einhvers konar sérfræðiálit. Og svo var annað, er það ekki rétt hjá mér? Ég þekki málið ekki, Nei, en við skulum segi það með fyrirvara það að ég veit ekki hvort hún hafi leyfi landlæknis til þess að vera sérfræðingur í þessum málum. Nei. En þá kemur á öðru. Má ég telja eitt upp hérna líka sem er akkurat tengt þessu? Það er það sem sagt, móðir glímir við ýmis vandamál samkvæmt gögnum. Við erum með höndum trúnaðargögn og ætlum að sjálfsögðu að lesa þau upp hérna. Við erum ekki gildur fjölmiðill. Hún er greið með sykursýki 2, hrygggikt, asma, vefjagigt, sára, risturborgu, liðskriði, mjóbaki, ADHD, átröskun, áfallastreituröskun, kvíða og þunglindi bæði. Móðurinn í þessu tilfelli, já. Og það er svona óumdeilt í þessu. Þetta er í dómskjölunum. Og svo það sem að sló mig mest, ég er með svona, alltaf getur ég kallað heilbrigðismenntun, ég var í lífefnafræðingur og var síðan í masters- og dóttorsnámi við læknadeild. Kláraði það nú reyndar ekki. En það kemur fram að það er læknir sem að finnst skrítið hvernig drengurinn er og vill fá hann í blóðprufu, tekur hann í blóðprufu og þá eru estradiolgildi sem er þess að kvenhormón allt og há. Og niðurstaða læknisins var svo að, og þetta eru ítrekkaða blóðprufur, þetta er ekki ein stök, þannig að þú veist líkurnar á því að mælingarnar væru eitthvað ókalibreraðar, eitthvað svona, þú veist, þeir eru bara hverfandi. Er bara stjarnfræðilega, skulum við segja, að því að ég meina að það er þó komið fram í greiningu einhverjum öðrum sjúkdómum og svoleiðis. Hún segir annarkvort er barnið með krabbamein, æxli sem er framleitt efni, sem það er ekki, eða þá er einhver að gefa barninu þetta efni. Og mér finnst með ólíkindum þegar basically er algjörlega borðurliggjandi að móðurinn er að byrla barninu og ólífjan og ekki samkvæmt læknisráði að hún fái að halda forræði. Það er líka mjög mikilvægt, Helgi, að það kom fram í samkvæmt sérfræðingi í þessum skjölum að þau hefðu áhyggjur af því að móðurinn væri mögulega komið langt á undan barninu í þessum þessu ferli. Það var sérfræði álit frá einhverjum innan sem sagt Landspítalans, raunverulegum sérfræðingi, ekki einhverju svona gervibulli. Þannig að já, það var áhugavert og barnið hafði ekki sérstaklega áhuga á þessu máli, sko. Við erum náttúrulega að láta þið hafa þau stikla á stóru svolítið náttúrulega og erum að setja þér on the spot með sem við erum að leggja til hérna. Þannig að þú veist, þú ert náttúrulega ekki með hitt. Hvernig hljómar það sem að allavega þetta, sko? Já, þetta hljómar allt í raun og veru hræðilega. Og ég held, mín skoðun er auðvitað svo að við fæðumst annarkvort sem kall eða kona, kvenkyns eða kallkyns, og því verður raunin ekki breytt. Það er hægt að hafa áhrif á alls konar hluti með lyfjagjöf og síðar með skurðaðgerðum, en með því að þegar fólk segir að við erum að leysa eitthvað vandamál, þá verður það búa til 10 önnur vandamál fyrir þessi börn og þessa einstaklinga, og því miður er það þannig að engin hópur mannkyns er líklegri til að fremja sjálfsmorð heldur en þessi blessaði hópur, það er að segja fólk sem hefur freistað þess að skipta kyn. Og það sem er náttúrulega mjög í raun og veru
skuggalegt eru hliðaráhrif þessara lyfja líka þegar skoðað hvernig þetta virðist brjótast út í alls konar andfélagslegri hegðun og jafnvel ofbeldishegðun á hálfu þeirra sem að taka þessi lyf, þannig að ef að það væri rétt að móðurinn hafi verið að byrla barninu svona efnum, byrla svona efnum barninu, þá það mjög alvarlegt mál og maður skildi ætla að dómstólar gætu tekið á þessu, en auðvitað það þannig að í samfélagi þar sem að stór hluti samfélagsins heilaþvegin, stór hluti fjölmiðlamanna heilaþvegin og stjórnmálamanna, að hversu nætti ekki stór hluti embættismanna og dómara að vera heilaþvegin af þessari kreddu líka. Og ég held að þegar að fram í sækir og það verður búin að eiga sér stað, þessi nauðsynlega jafnvægi stilling aftur, þá munum menn horfa til þessara ára og tala þetta sem í rauninni einhvers konar sturlunar tíma. Ég held það líka og ég ætla bara, þú náttúrulega þarft að stíga aðeins varlega til jarðar en fyrir mér hljómar þetta bara þannig að þannig geðveik kona sem haldin grófum rangkomendum, komin langt á undan barninu sínu í þessu ferli, að öllum líkindum innrætt þessum hugmyndum í barnið og síðan undan því í ferlinu og að byrla því ólífjan, að gefa því sterakrem og annað sem að fyrir mér misnotkun á barni og alvarleg vanræksla og það bara lítið fram hjá þessu og mér finnst þetta alveg rosalega alvarlegt brot gagnvart barninu sérstaklega að því að þetta viðkvæmur einstaklingur sem bæði með einhverju og ADHD og þarf að hlúa af og þarf að passa. Já. En ég ætla að segja bara það sem talandum kerfi, dómstóla og hvað þetta heitir allt saman, að þá það þannig að búið að rannsaka þetta. Þegar að svona klikka einstakling að komast til valda, hvar sem það í herfóringjastjórnum Suður-Ameríku eða alræðis ríkjum Evrópu á 20. öld, að þá fylgja, þá ákveðin svona krítisku tímapunktu þegar að kerfið, þess að lögfræðingarnir innan kerfisins fara að fylgja með. Þeir fara að vinna með þessu ruglu öllu, þá hefur átt sér stað krítískur viðsnúningur í kerfinu. Við sáum það náttúrulega bara eins og með Áslaugu Örnu þegar hún steig fram og sagðist alltaf trúa basically öllum ásengandum. Ég meina að þetta fer gegn hlutverki dómsmálaráðherra að segja svona hluti. Ég meina hún á að passa upp og allir fái réttláta málsmeðferð og með því hvernig hún steig fram og með því sem að hún sagði að þá var hún eins og ég skil það að segja bara sumir eru réttlausir og sumir ekki og mér finnst þetta rosalega alvarlegt. Auðvitað það. En ég er að segja, þú veist, það svo margt sem segir okkur að við lifum á svona krítiskum tímum og ef að við sem erum hér og þeir sem eru að horfa, ef við treystum okkur ekki til þess að standa upp og mótmæla þessu, þá getur samfélagið okkar tekið á sig mjög ljóta mynd. Við erum að horfa á að kerfið eru þetta náttúrulega, fólk búið að bara eins og mítlar búin að grafa sig í öllum mannauðs deildum allra fyrirtækja, fullt af opinberum kerfum, blaðamönnum. Núna mál á Bifröst, þar sem að það kemur einhvers konar vantraust á rektor og einhver aðra alls í málingi og það virðist vera þannig að mér skilst það, samkvæmt mínum heimildum, að það hafi verið algjörlega rússnesk kosning. Sem sagt, meðal starfsmanna. Níu með einn á móti vantraustillögunni. Ég held að veri 16 á móti einum. Það var allavega einn á móti. Páll Viljámsson skrifar alveg ótrúlega flotta færslu í dag blogginu þetta. Já, hann er svakalega góður. Og það eitthvað hana sem að þolir enga með dagsljósið. Þetta rosalega, ég náttúrulega hef ekki staðreyndir í málunu, ég náttúrulega bara með eitthvað sem ég las hjá Morgunblaðinu og eða hvort það vísir í maður ekki. Voru allavega allir nema einn. Já, og maður veldi því náttúrulega fyrir sér, hvað í gangi þegar bara allir starfsmennirnir kjósa móti það ekki fallegt. Algjörlega, en Páll vill meina greinilega og hefur sjálfsagt einhver heimildi fyrir því að það sem að hafi viðgengist í þarna og mögulega í fræðaheiminum séu þá óheiðarleg vinnubrögð fræðimanna sem að rektor hafi verið að kýta í. Já. Og þá verður allt vitlaust, en Páll segir náttúrulega réttilega að það alvarlegasta við þetta allt
ef að svona rugl í gangi og svona gerfi fræðimennska iðkuð í rauninni boði skattgreiðenda. Við þurfum ekki á þess að halda. Er Páll þá að meina að aðilarnir sem rektorinn var að taka fyrir, að þeir aðilar hefðu verið með skítavinnubrögð þá? Já, þeir hafi hún framkvæmdi sína eigin rannsókn á einhverjum las ég og sem náttúrulega frekar óbyggt og dregur einhverjar niðurstöður á því og gefið þeim í rauninni ekki andmara rétt til að sína fram og þeir eru raunverulega gert greinarnar sem þið sögðust að hafa gert sko. Þannig að það náttúrulega brot á stjórnsýslulögum. Hún baði að persónuvernd myndi halda þessu leyndu fyrir þeim þangað til að vera komin niður. Pælið í því, ég var í Bandaríkjunum daginn og þá var mér sagt að 600-800 háskólar sé að loka á ári. 600-800 háskólar að loka og þá erum við að tala að selja fasteignina og allt byggsit, bara þetta selt, þetta búið. Vegna þess að ung fólk segir bara ég get ekkit staðið þessu, ég ætla ekki að fara að eyða 3, 4, 5 árum í eitthvað nám í kynjafræði til dæmis sem skila mér engu og enginn hefur áhuga að ráða mig vinnu fyrir. En af hverju eru við að bjóða upp á nám í kynjafræði sem að gerir ekki neitt og niðurgreiða alls konar vitleysu? Það er út af kreddunni sem að ríður hér í öllum húsum en ég er bara að segja, þú veist, ég er ekki að reyna að vera leiðilegum með neitt upp á Bifröst eða svoleiðis en það er í sjálfu sér miðað við það í hvað stöðu Bifröst er búin að koma sér í þessu og þeir eru farin að viðra óhreinaþvottinn í fjölmiðlum, þá er alls ekkit gefið miðað við hvernig ástandi er á Bifröst og öðru leyti að háskóla á Bifröst verði starfandi eftir 1 ár. Það verður bara alveg búið á lokunum. Ég er forvitin þetta, við erum að horfa á 2 möguleika í þessari stöðu þarna á Bifröst. Annarkvort er það að það sé einhver skítavinnubrögð að viðgangast þar og það sé einhver svona að fólk sé búið að rotta sig saman um að þegja yfir því hjá hver öðrum og eitthvað svoleiðis og að þá hafi rektorinn þar reynt að uppræta það eða þá að þarna sé einhverja ógnarstjórn rektorsar eða vegna þess að hún fær alla aðra starfsmennina upp á móti sér. Þetta eru 2 mjög ólíkir möguleikar. Það þarf allavega rosalega mikinn þá konsensus hjá starfsmönnum til þess að fara gegn rektori. Og ég held að svoleiðis vinnubrögð þar sem að þú sért að falsa gögn eða skýrslur eða eitthvað svoleiðis er rosalega, ég meina það því óbúslega auðvelt fyrir hann að sína þá fram á það. Annar er greinilega líklegri með það sem þú segir sko. Og þessum þremenningum virðist eins og ég lesi þetta hafa mögulega legið því að þau hefur ekki gefið þeim kost á að verja sig. Og hjólað í þau sko, þannig að ég er að segja bara, það eru dauðamerki á mörgu sko, sem að maður les út úr þessari frétt. Háskólinn á Bifröst er raunverulega bara að fremja sjálfsmorð í beinni útsendingu. Í rauninni og líka svona algjörlega grunnatriði eins og mótmælaréttur og þetta er stjórnsýslulög eða ekki og það virðist bara engu vera framfylgt sko. Af því að mér langar að komast í þessi 2 mál áður en við hættum þá aðeins að lesa það er annað greitt komment það var bara svona góð hugmynd eða slæm hugmynd það er lagahugmynd, enginn getur flutt inn í landið nema að taka próf ef aðili skora lægri en 100 IQ því ekki kemur neitt gott undir einstaklingi fyrir neðan 80 ekki fyrir neðan 83 allavega segir bandaríski herinn þá getur ekki lengur framfylgt skipunum eins og sko. Er það góð hugmynd eða slæm hugmynd? Við verðum að hafa þess mjög snögga því að Já, sko, ég veit það ekki. Ég held að þú getur verið með svona óbeinan filter að því að þú veist, ef þú tekur fólk frá ákveðnum menningarheimum inn eða sem að hefur kannski ákveðið námið eitthvað svoleiðis, þá hefur það þegar fylgni við greind, sko. Þannig að þú þarft ekki að gera þetta með beinum hætti, þú getur gert það með óbeinum hætti. Já, það væri náttúrulega mjög ljótt. Þetta er partur af sko í rauninni að vera metin að verðleikum. Herðu, það eru ein spurning hérna og svo ég ætla að lesa bara sem Eldur að segja hérna. Hetja dagsins að mínum mati er Margrét Friðriksdóttir. Á einum degi hefur henni tekist að fletta einhverju dysfunctional hérastómur fletta einhverju dysfunctional, hann gerði einhverja ritvillir en ég er að giska í eðina hérna. Hérastómur Reykjavíkur, hversu dysfunctional hérastómur Reykjavíkur er? Ok, hérna er það. Þannig að sömu andrá hljóta vinnustaða sálfræðingur landsins sjá hinn meinta lauslæta
Eldur, þetta er svolítið það er ekkert samingi í síðan Er Eldur búin að fá sér hans og marga? Það gæti verið, hann alltaf segir hinn meinta lausláta mella þegar neitar fyrir að hafa riðið Símoni og kennir annari kenningu vinnustæða einhelti. Svo kemur Símon og tekur bara einn Bill Clinton á þetta og neitar að svara fyrir annað en príla sína eigin kenningu. Dómstólarnir. Býtu, er þetta eitthvað mál sem er í gangi? Þekkir til þess að mál? Margrét var í... Já, þetta var þannig að... Það var málaferli, dómsúrskur í dag. Fyrst var Margrét sem sagt ákærð fyrir það sem var kallað bara líflátshótun af því hún hafði sagt við einhverja konun í bæ, ég ætla að drepa þig. En svoleiðis ummæli falla væntanlega 100 sinnum hverju helgin í miðbæ Reykjavíkur. En hún var einhverjum ástæðum fekk ákæruvaldið á sig og ég var verjandi á Margrétar í því máli og það sem gerðist var þrátt fyrir að vitnaleiðslur og margt hafi í rauninni verið okkur hliðholt, það er að segja eða Margréti hliðholt og málstaðnum hliðholt, að þá var hún dæmd til refsingar og ég var búin að segja að Margréti hvað svo sem gerist í þessu máli þá að það er byrjaði lengstra orða að tala ekki þannig að þú fara að hjóla í einn eða neitt persónlega. En hún var ekki fyrrbúin að fá dómin í hendurnar en að hún hjólaði í dómaran og gerði það með orðum sem að voru þess eðlis. Það er að lausláta mellu. Já, ég gat ekki hugsað mér að í rauninni vera lögmaður Margrétar áfram því að ég gat það ekki vegna þess að ég hafði starfað með þessum dómara og ég get ekki annað en borið henni bara vel söguna dómaranum. Ég hef ekkert misjaft hennan dómara að segja. Þannig að þegar Margrét var farin að tala svona þá sagði ég bara, ég get ekki því miður, þú eru bara að finna að ranna lögmann. En þú hefur ekki talið hafa vondan málstað að verja í upprunalega? Nei, alls ekki vegna þess að einstaklingur... Þetta var frekar orðin sem hún notaði og hvernig hún talaði sem að þér misböð. Persónulegur ágreiningu frekar en hitt. Ég vildi verja hann í þessu málu en sem ég fannst ákjörvaldi hafa gengið allt og langt og ég fekk það staðfest þegar ég að búið að kveða upp dóminn, þá sá ég það sem ég aldrei sé fyrir að síðar að saksóknarinn faðmaði kærandan í málinu. Þá hugsaði ég, það er eitthvað að gerast hérna í þessu blessaða réttakerfi sem ég kann ekki nógu vel við. Vegna þess að saksóknarinn á alltaf að halda hlutleysi sínu. Ég sagði þetta við Margrét, þetta var mjög óþægilegt að verða vitna að þessu. Ég sá að Margrét hafi verið að vitna til þessa í dag í viðtalinu. En ég sagði bara við Margrét eftir þetta, ef þú ert svona óbeisluð í ummæliðinu þá er best þú finna annar lögmann. Ég get ekki staðið þessu. Mér langar að benda á líka að hún var náttúrulega dregin í gegnum öll dómskerfi vegna deilna kæru Semuerlu og sýknuð öllum dómstigum þar. Já, hún var sakfelld í héraði. Það var þarna. Já. Svo var hún sýknuð í Landsrétti og fór upp í Hæstarétt. Hún var sýknuð á hæsta dómstigi sem þetta fór upp í. Ég veit ekki hvert þetta fór nákvæmlega. Já, svo er þetta bara, þetta mál eru þetta bara einhvers konar harmleikur að eiga sér stað í beinni útsendingu. Mér langar, að því ég þekki þetta mál ekki nægilega vel, en ég mun kynna mér þetta. Þetta hljómar eins og svona ansi, hvað var maður að segja, krassandi ásakanir. Þetta er á svona guttumáli. Ég kom aðeins inn á alþjóðlög og ég kom inn á alþjóðlega því að það hefur verið svolítið svona að milli tannan á fólki út af því sem að gerðist með Maduro. Það sem að þeir fara inn og þeir bara sækja diktator, ég má sletta. Og hvað finnst þér þessi alþjóðlög og þessi óbóðslegu gagnrýni sem að Trump hefur fengið út á alþjóðlögum? Nú var Maduro líka búin að brjóta ótrúlega mikið alþjóðlögum. Hann er innráður, broti mannréttindi og einhvern veginn finnst manni skrítið að allir þessi mannréttindasinnar sé að venda mann sem er brjóta mannréttindi. Þetta er pínu mótsagnakent. Og svo hins vegar finnst þér rétt eða rangt að af stórveldi eins og Bandaríkjunum að tryggja hagsmuni sína, oljulega
steinefnalega eða málma, þú veist, rare earth metals kallaði þetta á ensku í Grænlandi eða Úkraínu. Finnst þér þetta að vera óeðlilegt að þeir tryggi sig með þessum hætti? Finnst þér að vera ósanngjarnt? Finnst þér að vera rangt? Eða finnst þér þetta meira að vera bara eðli heimsvelda og að þau gerir þetta alltaf? Ég held að sé smáþjóð eins og við Íslendingar. Við erum að horfast í augu það að það eru bara runnir upp nýjir tímar í heiminum. Það sem að við höfum verið eitthvað að tala alþjóðalög tilheyrir í rauninni liðinni tíð. Staðan að teiknast upp þannig að stórveldi heimsins að skipta heiminum og áhrifasvæði sín og Bandaríkin hafa aftur tekið upp kenningu Monroe, kallað The Monroe Doctrine, þar sem að þeir ætla bara að stýra því hvað gerist á sínu áhrifasvæði og Suður- og Mið-Ameríka eru þar undir. Þannig að í sjálfu sér það ekki óvænt að þetta skuli gerast. Í utanríkisráðherra Íslands því miður aftur algjörlega út á túni þegar hún áttar sig ekki á því hver stóra myndin Rússar, Kínverjar og Bandaríkin að skipta þessu á milli sín. Þeir að hugsa öryggishagsmuni sína, þeir að hugsa orkumál og þeir að hugsa sína arfleifð og stjórnarhætti. Það sem að við erum að horfa á eitthvað sem að Íslendingar þurfa að horfast í rauninni í augu við og ákveða hvar ætlum við að staðsetja okkur. Ætlum við að vera Evrópumegin, ætlum við að vera Bandaríkjamegin eða getum við mögulega í ljósi landfræðilegra stöðu okkar og kannski menningarlegar sérstöðu verið málsvari friðar á þeim átakatímum sem í hönd fara. Ég hef verið að tala þannig. Með öðrum orðum, allt þetta hjal alþjóðalög, það hljóðnaði í rauninni daginn sem að Bandaríkin fóru inn í Venezuela. Og allur þessi æsingur hvað varðar Úkraínu hefur í raun og veru hljóðnað alveg svakalega eftir að þetta gerðist. Evrópusambandið hefur snúist frá því núna á þessari, vika, 10 dagar, frá því að vera öskrandi og æpandi á Rússa yfir í það að segja við þurfum að semja frið við Rússa og eiga gott sambýli við þá. Aftur, Orwell talaði Eurasia og hann talaði 3 póla veru. 1984. Já. Þannig að ég veit ekki, mögulega svo staða bara einfallega að teiknast upp ekkert á morgun eða hinn. En heldur þetta að Evrópa sem svona miklir, sem búin að spila svona hræðilega illa úr sínum spilum, standa svona illa í orkumálefnum, í varnarmálefnum, í lýðræðislegu tilliti, með svona mikla innbyrðis félagslegan óeirð og veikleika, muni í raun og veru þurfa að lúffa fyrir Rússlandi þegar fram í sækir. Ég bara að segja að þetta svo mynd sem gæti teiknast upp vegna þess að ESB handónýtt og það verða allir átt að segja á því og þessi gæjar sem eru... Ég held að fólki í Evrópu sé átt að segja á því það bara að flokkar sem eru til hægri eða eru á móti Evrópusambandinu eru allir að þjóta upp Já, en þá náttúrulega byrjar þessi ritskoðun sem þið voruð að tala þá að reyna að kýla þetta niður með því að fela hlutin og breiði yfir og banna. Þannig að þetta eru stórir atburður sem eiga sér stað og ég til dæmis segi ef að Bandaríkin undir stjórn Trump ætla að halda áfram að þá munu þeir taka Grænland. Já, eða ná einhvers konar samkomulagi það. Þetta gæti verið bara... Þeir eru aldrei að fara að gera þetta með þeir bara, þú veist, það sem þeir þurfa eru málmarnir og þeir munu fá að setja upp allar herstöðar sem þeir vilja þarna og bara í samstarfi við aðra og þeir eiga bara eftir að fá fórkaupsrétt á það sem er í jörðinni, Ef að menn vilja fá sönnun á þessu, þá er þetta bara þannig að Danir og Úrsula hjá ESB voru að tala mjög digubarkalega og svo utanríkisráðherra JD þeir fara að hitta utanríkisráðherra Bandaríkjanna talsmenn Danmörkur og Grænlands og eru með stóra yfirlýsingar þetta verður ekki líð og Danmörk mun tilheyra með Grænland mun tilheyra Danmörku eitthvað svona bla
og við ætlum ekki að ræða þetta, svo koma út af fundinum og þau segja, já, við höfum ákveðið að halda áfram að ræða það segir ykkur það, þetta bara voru tuskaðir eitthvað til. Svo segir að Kanada, það svo skrítið, Kanada, þeir geti spilað utan við þetta. Carney greinilega eins og við töluðum að máan Davos-maður og hann farin að halla sér að ríki sem allt það sem hann telur að Bandaríkin séu. Þeir eru svona alræðis- og harðstjórnarríki sem stundar ritskoðun. Fólk gerir sér enga grein fyrir hvað Kanada fokkt, sko. Og þeir eru bara að halla sér að Kína og halda Kína alltaf að bjarga þeim. Þannig að þá voru þeir að fara úr öskun í eldin en Bandaríkjur munu aldrei leyfa því að gera. En ég meina við erum náttúrulega bara þetta stjórnarfyrirkomulag sko, sem að hefur verið í Kanada og hvernig þeir hafa hagað sér en náttúrulega bara svolítið kommunist. Náttúrulega Trudeau Davos-maður númer 1, hann kemur upp úr leiðtogaskólanum og meiri sér að tala vera sonur Castro sko. En sláandi í svipum með þeim. Ég sá skemmtilegar fréttir af þessum heræfingum sem að voru hvað var stendur, einn frá Bretlandi, einn hersöðingi og eitthvað svoleiðis. Það var stendur allavega lið, einn frá Noregi, eitthvað frá Danmörku og svo mættu Bretar og Frakkar. Og Frakkar hefði óvart bara af gömlu vana gefist upp. Það ennþá að gera grínaði fyrir þetta. En það svolítið áhugavert með Grænland nefnilega og gleymist svolítið og mér finnst þetta einhvern veginn ekki, kannski hefur þetta ratað inn umræðan, ég veit það ekki. Það það ef að þetta verður gert á Grænlandi að málmar verða unnir og sem að verður gert, það bara 100%. Að þá verða að öllum líkindum unnir á Íslandi vegna þess að þeir vilja líklega ekki setja of mikið álag á sitt eigið orkukerfi, vilja frekar nota okkar vegna þess að þeir þurfa að nota sitt eigið orkukerfi til þess að taka þátt í þessu gervigreinda kapplaupi sem þeir eiga við Kína sem að framlega þrefalt meiri orku heldur en þeir og þannig að rosalega margt, svo náttúrulega þetta Grænland, Ísland, Bretland, þetta þú veist, GAP, þetta sem Grænland, Ísland, UK GAP og við gegnum náttúrulega bara alveg ótrúlega mikið á hlutverki og ég held að ástæðan fyrir því að Kristrún segi bara, þú veist, að Bandaríkjamenn séu okkar diggasti stuðningsmaður og við getum treyst á þá, þetta náttúrulega bara viðsnúningur og ég held að hún sjáu það bara að við erum bara orðin það mikilvægt fyrir þeim að þeir munum beita öllum bröðum til þess að koma hér á stjórn sem hliðið öll okkur. Þú veist, það bara svoleiðis. Spáðu þessum pól samt sem að þú ert að tala þarna. Kristrún kemur og segir Kristrún kemur og segir að Bandaríkjamenn séu við getum treyst heim meðan að þú veist, það innan við ár síðan að Þorgerður Katrín sagði að hinn vestræni heimi þurfti að finna sér nýja leiðtoga. Já, akkurat. Spáðu viðsnúningum. Já, en pældi í ólæsi. Hún svo ólæs á aðstæð. Já. Eins og hvað sonur hennar frábær handboltamaður og við sáum í leiknum á hann algjörlega fluglæs á það sem að gerast í handboltanum þá voru hún ólæs á það sem að gerast í pólitíkinni. Mér finnst rosalega margir ekki vera að átta sig á því og bara í sögulegu samengi, þú veist, þegar Bandaríkjamenn setja einhverju utanríkisstefnu þá fylgir Evrópa og það bara gleymið svolítið í þessu svona sögulega might is right. Það að segja, ef að þú hefur völdin og þú ákveður eitthvað þá hefur þú rétt fyrir þér. Það bara svona. Já, akkurat. Ég ætla að taka fram að gluggi minn með YouTube-inu krassaði og ég er búin að missa helmingin af spjallinu þannig að eitthvað þarf því miður að víkja þar. En mér langaði aðeins stutt að nú var aðili í dag, svo kom fram að náðan, pappinar Sólborgar, að segja af sér vegna þess að eitthvað sem tengdist vændiskaupum 2012. Já. Hvað álið hefur þú að þessu? Leiðinni sem var ákveðið að fara nú gruna með að það hafi komið í kjölfar Vinstri grænna og Kolbrúnar Halldórsdóttur á þessi viti en ég ætla svona að giska á það að þá náttúrulega eru þeir sem að kaupa vændi sikir og þeir eru þá kynferðisafbrotamenn og það er þá til dæmis orðið þannig að til dæmis menn sem hafa maður sem að gera leigubíl sem að fekk ekki til dæmis endurnýjað leyfi sitt að því að hann var í raun orðinn kynferðisafbrotamaður og þeir geti ekki fengið leyfi. Þetta var maður sem var búin að keyra bíl í 50-60 ára eða hvað það var, eitthvað svona ótrúlega mikið. Manni finnst þetta, ég veit ekki, þegar fólk er að auglýsa vændi og augljóslega vill selja sig og er að gera allt sem það getur til þess, þá finnst starfsmaður Rauðu reglífarinnar sem er samtök kynlífsverka fólks sem var handtekinn eða ekki sakveldi, mann ekki hvað var fyrir að
rauninni vera pimp, það var að auglýsa vændi fyrir aðra. Já, þú mátt það ekki, Nei. sko. En sko, þeir sem að auglýsa vændi, hvað eru þeir þá? Eru þeir þá bara þolendur? Þetta er svona skrítið, ég veit það ekki. Ég held að ég myndi ekki ráðleggja neinum að stunda þess atvinnustarfsemi, en Þetta er eins og að má selja jarðaber en það má ekki kaupa þér. Já. Þannig að En þessi leið hefur verið algjörlega sko katastrófísk af því að þetta hefur skapað vændismarka á flestu stöðum þar sem að þau voru að reyna að koma í veg fyrir það, virðist vera. Af því að það í rauninni var bara, það var hægt að auglýsa á þess að mæta afleiðingum. Hefur þetta ekki kert vændið neðanjarðar? Líka? Þetta er hvort tveggja sko. Ég hef séð það sem að hérna forsvarsmenn rauðuregljóðana sem eru samtök kynlífsverka fólks. Þær eða þau eða ég veit ekkert hvaða kynjum þau ganga öll undir en hérna er allavega mjög óánað með þetta vegna þess að sko vilja meina samtökin að þetta gerir það að verkum að aðilar sem að kaupa af þeim reyni að fela slóð sína þannig að ef að þessir aðilar enda á að beita kynlífsverka fólk ofbeldi þá sé erfiðara ef ekki ómögulegt jafnvel að hafa upp á þeim það sé erfiðara að sækja til saka að því að þú þarft að fara lengt ef þú ætlar að vera kaupandi þetta er það sem ég hef séð koma frá þeim sko. Þannig að þetta er fólk sem er í bransanum ég veit ekki, mér finnst það bara að vera annarkvort á þetta að vera löglegt eða ekki. Ég held að þetta ætti náttúrulega bara helst að vera regulerað einhvern veginn sko, veist. Já, ég held að þjóðverðar hafi farið þá leið að hafa þetta bara löglegt undir eftirliti. Ég meina að þetta er einhver svona skynhelgi að telja sér trúum að það sé hægt að gera eitt annan hluta refsiverðan en hinn ekki. Þetta er einhver svona aftur veruleika fyrring. Þetta er líka sko fullering það að annar hópurinn sé alltaf fórnarlamb sem að stenst ekki skoðun. Nei, en ég er ekki viss að standist skoðun þessi fullering sem kom frá Drífu Snædal í kjölfarið á þessu máli að konur, ég veit að þetta verður viðkvæmt og þetta má ekki segja en hún sagði konur eru nauðbeygðar það er að ræða konur sem eru nauðbeygðar til að leita í vændi nú er þetta bara spurning, ég er ekki að fullera en á Íslandi árið 2026 það sem að hægt er að fá vinnu við bara allt mögulegt þýðingar og heila bætur bara fyrir allt. Já, bætur fyrir allt. Þá er ég ekki vissum að þessi fullyrðing Drífu standist skoðun að í rauninni séu konur neyðist til að vera í vændi til að framfleyta sér. Ég er ekki vissum að þetta standist. Ekki nema þá að þetta séu þá bara langtleitir eiturlyfjasjúklingar eða eitthvað svoleiðis sem að myndu ekki halda. Eru margir kallmenn sem að neyðast til þess að gera þetta? Maður svona velti fyrir sér í þessu samhengi. Ég man ekki eftir neinu nema bara einhverju frásögn frá einhverjum gaur eftir hrunið sem að sagði að neyðist 3 barna föður sem að neyddist til að selja á sér aftur endan. Svakalegt. Það er alltaf bara hræðilegt sko en þetta er eina sem mér dettur í hug. Já, en þetta er nú að síðan setjumpartin hjá okkur við svona tímyndir eftir. Það er greitt komment hérna að héraðsdómsúrskurður í þessu landi er peningagildra. Akkur er megnið af því sem er áfríað myndi aðrar skoðanir. Þarf ekki að taka úttekt við embættið. Þetta er svona kannski kjánalega eða svona óþægilega orðuspurning. Það er rauninni akkur er svona mikið af úrskurðum úr héraðsdómi snúið við í landsrétti. Já, það eru betur orðað. Já, sko ég túlka þetta allavega svoleiðis sko að þetta sé er verið að búa til peninga fyrir starfsmenn er hana í að sko. Sko hérna maður ánáttúrulega aldrei sem fagmaður í neinu að tala illa sitt fag en staðreyndin er samt svo og ég treysti mig til að segja þetta eftir bráðum 30 ár í lögfræðinni að þetta er ekki raunvísindi og það spila alls konar þættir inn í þetta og þetta er bara þú veist, lögfræðingar er alltaf að reyna að telja almenningi trú að þetta sé rosalega vísindalegt en ég er raun að segja við ykkur og við ykkar hlustendur að þetta er það ekki. Nei, ég lesið eitthvað að lögum eins og heyri kannski og ég er raunvísindamaður og unnið við rannsóknir og þetta er bara alls ekki hard science. Tóti Hjartar byrðu kella að hilsa þér. Hver? Tóti Hjartar. Já, takk fyrir. Ég er að segja sko, þú veist, lögfræðingar alltaf að reyna að teikna sig upp sem einhverja rosalega vísindamenn og svona fræðimenn og allt það, en í grunninn þá snýst þetta svo mikið bara hvar er hjartsláttur samfélagsins á hverjum tíma
og það er leiðilegt að segja þetta, en þetta er samt niðurstaða margra fræðimann í gegnum aldirnar að dómstólar eru viðkvæmir fyrir því hvernig stemningin í samfélaginu á hverjum tíma. Samanber það, þegar einhverjir ógeðslegir einræðisherrar og valdnýðingar komast til valda, einhverjir kredduprestar ná tökum á öllu samfélaginu gegnum fjölmiðlana, hvernig sem það þá telja allt í hennu dómararnir sem þú eru að fara að dæma með þig. Við höfum bara séð þetta líka hérna, bara í MeToo, í BLM, alls konar svona, í Bandaríkjunum, þar sem að þú veist að ég meina, Derek Chauvin, það var gæinn sem átti að hafa valdið því að hann dó þarna, maðurinn sem að nýtist á. Já, og ég er raun að segja. Hann fekk ekki beint sanngjarna málsmeðferð með það sem ég sá, og maður sá marga dóma falla hérna sem að hefðu aldrei fallið eins nokkrum árum og undan eins og þú ert að segja. Ég var vitni að því. En manni finnst einhvern veginn að þetta ekki gerast. Ég var vitni að því. Nei. Vegna þess að markmið stjórnarskrárinnar og lagana að verja réttindi borgarana, frelsi borgarana. Já, algjörlega. Þannig að það sem ég er raunin að segja hefur oft gerst, íslenski dómar geta kosið og lögfræðingar geta kosið að móðgast yfir því sem er að segja, en þeir ekki gera heldur taka til umræðu hvar erum við stödd. Eitt dæmi gæti verið og mæli hvar á það sem hefur gerst. Hvað gerðist hérna í COVID-ruglinu sem ég kalla bara, ég sá það strax, mjög fljótt, þetta var bara rugl. Ég sá það líka. Og hvernig stóðu dómstólar til vörðum frelsi almennings í því öllu? Þeir sópuðust bara í rauninni með stjórnvöldum og svo það voru að játa stjórnvöldum ríkt svigrum til að skerða réttind og frelsi og svona. En hvað finnst þér það þessi sóttvarna löggjöf sem að bara, þú veist, bara takmarka einhvern veginn allt annað fannst manni? Já, allt. Ferðafrelsi, athafnafrelsi, málfrelsi, það fór allt. Friðhelgi einkalífs, það fór allt út gluggan og dómstólar stóðu svo ekki. Ég hef lagt það til. Af hverju hefur þessum lögum ekki verið breytt? Já, sko, ekkert í okkar lögum heimilar í rauninni, ekkert í stjórnarskráni heimilar að lög séu tekin úr sambandi vegna neyðarsjónamiða, en það eru vissulega í gildi hérna sóttvarnalög og þeim var leyft að yfirtaka allt og yfir trompa stjórnarskrána og allt, en þetta sannaði og sýndi að prinsippin fara út gluggan þegar að svona einhver hætta stæðar að. Vandamálið þarna var það var engin hætta og bresk stjórnvöld, talandi Bretland, gáfu út 19. mars eða 20. mars 2019 að COVID væri ekki lengur talin hættulegu smittsjúkdómur. Pæliði því, samt hélt Hvenær gerist það sér? 2020 í mars. Wow. Og það er þetta að finna þetta á netun ennþá. COVID var þá 19. að 20. mars 2020. Þá er þetta bara algjörlega nýbyrjað. Já. En það sást það strax fyrir alla þá sem voru með eitthvað meira en baun í hausnum. Þetta var ekki hættulegt drepsótt og ef að menn vilja fletta því upp þá var búið að skoða allir með skemmtiverðarskipið Diamond Princess strax þarna snemma, bara þetta er í apríl. Það sem einhver faraldur fór að staða ekki. Já, allt bara einhverju gamlingjar. Mars-apríl 2020 og þá sáum menn býtu þetta er ekki svona hættuleg drepsótt en það var samt haldið áfram og þetta var í rauninni talandi dómstólana þeir rauninni gengisveldu sjálfan sig ég hef talað fyrir því í mörg árað lögfræði samfélagið að taka til heiðarlegar umræðu það hefur ekki verið gert og ég bara bera það á borð hér sem enginn í rauninni á að geta móðgast yfir að við skulum ekki vannmeta fólk. Nei, ekki á þessu sviði allavega. Vafalaust, við finnum einhver ástæðu til að móðgast en ég er bara að segja ef við viljum halda samfélagin okkar inn á braut svona þess að virða einstaklingin og frelsið og málfrelsið og ferðafrelsið og allt það sem okkur kærast að þá verðum við að geta treyst í að réttarkerfi standi með okkur en auðvitað réttarkerfi ekki til sem ein heild, þetta byggist þetta stendur og fellur með einstaklingunum innan þess kerfis alveg eins og allt stendur og fellur með ykkur og þeim sem er að hlusta hérna. Finnst þér að mig skrifa þetta á þú veist þá stjórn sem var á Íslandi á þessum tíma, þá ráðherra sem voru í forsvari bæði fyrir heilbrigðismál og önnum mál? Svandís var náttúrulega
gerði hluti sem stóðist ekki í lög. Þau gengu erinda alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin gekk erinda fólk sem keypti sig þar til áhrifa, samanber mestu auðkýfinga heimsins og Bill Gates og fleiri sem að hefur rauninni keypt sér áhrif þar, og stjórn heimsins var yfirtekin af fólki sem enginn hafði kosið. Menn voru sviptir réttindum og frelsi án umræðu, þjóðþingunum var í rauninni lokað og örfáir menn stóðu upp. Kona mín sagði við mig í morgun, þetta var ekki COVID-19, það var COVID-19. En þú veist, við erum að tala að það var einhvers konar yfirþjóðlegt vald sem greip sig sem að þú lýsir þarna, og í staðin fyrir að læra af því að þá festu við það ennþá frekar í sessi með öðrum lögum sem að basically segja, ef að þú þekkir þetta betur en ég, það eru lög sem voru fest í sessi hérna sem að segja eitthvað á þá vegu eða alþjóða heilbrigðisstofnunin skilgreini neyðarástand, að þá mega að taka yfir einhvern part af stjórnsýslunni hérna. Var það ekki fellt? Var það fellt? Nei. Var það ekki fellt? Íslenska alþingi ætlar ekki að gera neitt í þessu. Ég skrifaði alþingi bréf út af þessu í nóvember 23. Var það samþykkt eða hvað? Ég sagði, ef þið gerið ekki neitt, ef þið hleypið þessu allir í gegn og segið ekki Ísland til þess frá því sem að gerast í hú, þá munum við verða eins og tuskubrúða, næst að faraldur brestur á. Engin þingmaður brást við þessu efnislega, ekki einn einasti. Og Bandaríkin búin að segja sig úr hú, mörg önnur ríki, ég held að Ítalía sé búin að segja sig úr þessu, en þess að þeir sjá hvað í pípon og það ekki fallegt. En íslenski ráðamenn, stærstu dónetarar eða framlegg þessum að leggja hút til fé eru Þýskaland og Bill Gates. Bill Gates held ég sko. En íslenski ráðamenn kjósa að kóa með þessu. Ég bara fann að spyrja sjálf á mig, býtu, þetta þannig? Og ég auðvitað ekkit höfundurinn þessari kenningu, en við erum að horfa hérna á Epstein og fleiri mál. Það sem nokkuð ljóst að það einhver meiri háttar hryllingur á bakvið tjöldin og einhverjir halda utan þessar upplýsingar og þeir geta stjórna býstna mörgum ráðamönnum ef út í það fer. Og við erum að tala hérna fólk sem hefur geysilega hagsmuni á geysilega mikla peninga, eignast meiri pening og meiri völd. Og hvers nættu er þá Íslendingar í Epstein-skjölunum? Já, ákveður ekki. Okay. Þetta var spurning. Ég held að það sé ólíklegt, en ég held að séu fáir þar sem að hafi nægilega mikið völd til þess að koma einhvern veginn upp á. En ef að Epstein er kannski í A-flokki, þá eru til aðrar eyjar, önnur hótel, og flokkarnir eru B, C, D og E og allt þar niður úr. Við vitum það að CIA njósnaði Martin Luther King, það var njósnaði hann allstaðar. Ég meina, honey trap bara þekktasta aðferð allra leyniþjónusta. Það var melluskortur í Davos í hitti fyrir hann og þurftu þeir að senda vélar til nokkura borga í Evrópu til að fljúa hórum til Davos. Já, þannig að Já, en kannski það gert bara til þess að ná í rauninni kverkartæki á þessu fólki. Gæti verið, eða hreiðatæki. Þetta sé bara psyop. Ekki psyop, en þú veist einhvers konar op. En já, mér finnst þetta mjög merkilegt, af því að mig grunaði alltaf þegar Trump ákveður að birta ekki Epstein-skjölin. Mér fannst persónulega að vera nokkuð gefið að ef hann hefði verið í þessum skjölum, þá var það líklega byrt. Svo hugsaði með mér, mótrökin gætu verið þau að allir demokratarnir hafi líka verið í þessum skjölum. Þess vegna var, þú veist, það var eitthvað stórt. En svo önnur leið sem hann geti verið, að mögulega var hann ekki í þessum skjölum með saknæmum hætti en fullt af fólki í djúpríkinu sem hann þurfti að sveigja eða beygja til sín var mögulega í þessum skjölum og eftir að hann birti ekki Epstein-skjölin þá einhvern veginn stjórnaði hann algjörlega djúpríkinu og eftir það þá kemur allt annað fram. Það er bara svona mín kenning sko. Þetta er eitthvað góð kenning og þá bara fara hlutin að gerast, þá er það bara Venezuela, Grænland og svo verður það bara varnarmálayfirlýsingin og utanríkislýsingin og allt þetta sko. Ég held að sko það meikar engan sens að hann sé í skjölunum því að hefði hann ekki talað svona mikið þau fyrir kostningar sko. Mér finnst það einhvern veginn ekki meika sens. En þetta er reyndar frábær kenning. Já, þetta er góð kenning. Ég ætla bara að því við ætlum að fara að slúta þess aðeins hérna. Takk fyrir það. Það er hérna
Ég ætla bara rétt að segja, ég misti ekki það trúin hafi verið eitthvað sterk fyrir á hérastómnum þegar ég var viðstaddur málið hans Elds gegn RÚV og þegar ég horfði ég var að fylgja svolítið meira með dómaranum heldur en nokkrum öðrum, það var einhver kona og hún greinilega þoldi ekki lögfræðingin hans Elds, ég veit ekki hvað það var, gerði honum alveg, þú veist, niðurlaðan eiginlega bara fyrir framan salinn, ég get alveg fullyrt það, en það sem að mér fannst þegar hinn var að tala, það sem mér fannst áhuga, það var alltaf bara, og hún kinkaði kolli og svo þegar hinn var að tala, það var bara, það var ekki einu sinni verið að reyna að fela líkamstjáninguna svona hvar, enda náttúrulega, þú veist, ég sagði bara, einhver afleiðingar fyrir hana. Ég sagði bara við hann eftir málið, þú tapa þessu, það var ekki spurning, sko. Já, einmitt. En ég ætlaði að spyrja svona áður en við, lokum þessu, að kemur eitt, býtum nú við, tvö greitt komment aftur frá Justice for JC, hann er bara að halda okkur upp í kvöld. Ég ætla að lesa þau og svo kemur í rauninni svona loka spurningin. Það er ansi dýrkeypt að þurfa að stefna barnsmóður sinni vegna transmeðferðar, tapa og borga, þar að auki borga áfríun og vona að fara ekki á hausinn. Já, við erum líkur inn á söfnununa í bjórkassgrúpunni. Já, en huggunin er svo að hann hefur væntanlega verið að gera alveg rétt, sko. Samviskan er hrein. Svo virðist vera. Já. Svo kemur ég held að þetta sé eitthvað sem að menn þurfa að taka alla leið með eigin samvisku vegna þess að þetta er ekki eitthvað sem þú vilt sjá eftir. Nei, það er alveg þannig. Svo er ein loka spurning með þetta, vildi að við kæmist yfir fleiri komment, en svona er þetta bara, þetta er rosalegt lúksusvandamál. Já, en þetta er búið að vera algjörlega frábær þáttur og það er búið að vera ótrúlega gaman að hafa þig. Þú ert með einhverja loka? Það er loka spurningi, má Arnar segja hvaða gráðu hann er í frímúrunum? Já eða nei? Já, ég get alveg sagt það. Þegar ég hef ekki mætt núna í 2 ár, en ég var þá á 8. gráðu. Það eru 9 eða hvað? Það eru 10. Það eru 10 gráður, já. Svo er loka spurningin. Ég er nú gerð svo frægur að ég var einhver staður í einhverju höll hjá þetta var svona gamalt gömul sumarhöll hjá sænska kongnum. Já. Og ég kem þar inn í einhvern sal og átta mig á því að þetta var ekki hefðbundi herbyggi og ég sé svona tíklaminstrið og þá var þetta frímúrarstúka og þá er hann fyrsti frímúrarinn sem var svarinn inn og var undan frönsku konungsfjölskyldunni í mann rétt og var vígður inn það var ekki nægilega gott gæðablóð á þessu tíma fyrir svíjana þannig að í sænsku reglunni er konungurinn efstur. Það er sannig. Já, og ég hef verið í herbygginu þar sem að vísna fór fram gerð svo frægur. Mér langar að skjóta ykkur svona, það er búið að vera pínu heitt umræðefni í vikuna, þetta var svona loka topiki á ykkur. Hvað finnst ykkur umræðina sem að Stefán Einar að líka henni, hvað heitir hún, Nanna Rögnvaldsdóttir, sem að líkt henni við færist skerpukjöt? Hvað hann var búin að eitthvað og hafið önnur fögur orð hvað er þið búin að sjá þetta eitthvað og hvað finnst ykkur þetta? Ég meina, eins og ég las þetta ekki en ég heyrði bara af þessu og mér heyrðist að Nanna hefði nú bara sjálf haft bara húmor fyrir þessu og auðvitað bara mín leksía samanber það sem við rættum áðan er að veist, ef maður er á hinu opinbera sviði þá átta ég mig á því núna að ég get ekki verið viðkvæmi fyrir því sem fólk segir og ég komið með algjöran skráp fyrir þessu ég sé það er svo margt ógeðslegt sem fólk segir og þá verður maður bara að þola það þannig að veist, þetta er bara Stefán að tjá sig og þetta er hans málfrelsi og Nanna hefur húmor og hún getur sagt örugglega eitt og annað Stefán og þessi viðkvæmni þessi viðkvæmni og aðrir að móðgast fyrir hennar hönd, þetta er bara svo kjánalegt og vonandi förum við út úr þessu. Já, en það er líka ákveðin langar svona að nefna Sonurinn hafði ekki húmor fyrir þessu, hann hafði rosalega orð. Maður er náttúrulega, maður er viðkvæmur eða sagt eitthvað slæmt um mömmum hans, ég skil það vel, en það er áhugavert einmitt að móðgast fyrir hönd annara og að taka upp hanskan fyrir svona meinta minnihlutahópa og alls konar sluðis. Það að verða þjóðaríþrótt. Og þeir voru að tala um þetta hjá Trigonometry, hann heiti Konstantín Kísin.
Hann nefnir einmitt, já, það var kona hjá þeim sem hafi verið að stúdera þessa stjórnsýslu og stofnanir og hvernig svona, þú veist, ákveðin gildi hefðu fengið að vera ofan á og þá voru að tala þetta, einmitt að móðgast fyrir aðra, þetta voru svona tegund af ofbeldi. Þú tekur alltaf einhvern hóp sem svona minnimáttar og þykist þér að presentera hann en ert í rauninni að beita einhvern ofbeldi til þess að ganga þinna eigin hagsmuna en ekki þeirra. Og það svolítið vókið á mörgu leyti og pælir í því, sko. Þeir eru alltaf að ráðast á einhverja sem að þau veist þeim mislíkar og þykjast alltaf vera að verja einhverja aðra og oft á tíðunum og yfirleitt þetta bara í nössunum aðeim, sko. Mér langar að datin komment, mér langar að gefa þér færi á að svara þér, það kemur vonandi fyrir við út úr þessu, en ekki sjálfur tilbúin til að verja málfrelsi Möggu Frikka, ákveðin tvískinnungur hér. Ég ekki að skilja rétt að það hefði ekki tatt með málfrelsi heldur bara einhverja svona, persónuhagsmuni að gera með það málega? Þú þarf að gefa þér færi á að svara þessu. Já, mitt svar varðandi svona almennt að ég held að Orwell hafi meira sér sagt það sjálfur, sko, ef að málfrelsi þýðir eitthvað þá þýðir að það og þú að verja rétt annara til að segja hluti sem þér finnst óþægilegir. Og það sem að Margrét blessuð sagði við Semu var að hún segir eitthvað svona ég ætla að drepa þig sem að væntanlega því miður sagt mjög oft hverju helgi á Íslandi. Margrét sagði mjög ljóta hluti eitthvað fólk og þá snýst þetta bara það að hún svari fyrir þau orð og ég meina ég ekki viss að það sé auðvelt að draga fólk í dilka hvað þetta varðar, það að segja ég tilbúin að verja málfrelsi sumra en ekki annara. Það verður eitt að gangi yfir alla í þessu vegna þess að grundvallar atriði í réttaríki að það séu allir jafni fyrir lögunum, ekki satt. Jú. Þannig að við getum ekki dregið fólki í dilka eftir kyni, aldri, trúabröðum eða öðru slíku. Heldur bara að segja við viljum verja málfrelsið og ég hef verið þar, ég var einn af þessi stofnuðu málfrelsisfélagið og við vil ég segja gott starf á þessum COVID-brjálæðistímum en málfrelsisflagginu ber að flagga sko áfram. Já. Og það gildir þá þannig að bara allir megi tjá sig. Já. Ég ætlaði bara rétt að segja Þið gegnir mikilvæg hlutverki í því að hleypa fólki að hljóðnemann. Takk fyrir það. Ég ætlaði að svara bara svona mitt. Það meðal mér, strákar, vegna þess að mér ekki hleypt til dæmis að hljóðnemann mér rúf, það ekki eftir því. Nei, það er mín rödd má ekki heyrast það. Við erum nefnilega búin að fá nokkra í þáttinn, svona að þetta bara komið upp hugmynd og þá tökum við bara upp síman og hringjum alveg bara óhræddir og fáum bara bara eiginlega alltaf og það er alveg magnað og segja mér þessa sögu og við vorum ekkert einu sem búin að pæla í því. Nei, en það er bara þannig, þeir segja við erum að hlutlaus vettvangur og svona, þeir eru búin að þrengja pólitíska sviði niður í það að það má bara heyrast Svo er einhver svona konsensus nefnd sem að þið fá baldur stjórnmálafræðing og einhver svona alla sem eru sammóla sko. Fyrsta spurningin horfir á vikuna með Gísla Martini og hlærð og ef þú tekkar í nei þá bara þurfar ekki að lesa meira. Ég ætlaði svona talandi svona þá finnst mér þetta komment vera svona sko, þetta er svona, og það er alveg, ég les alveg slatt af svoleiðis, það er svona komment sem að ef einhver myndi segja við í persónu þar á meðal þetta mömmuðina þá gefur honum á kjafti sko. Já, ég alveg skilji það hann hafi kýlt Stefán hann sko, en Stefán hefði ábyggilega getið það bara en leið og skilur leið og þetta kommenti búið þá lappar í burt og þetta er gleymt þetta er svona þannig, ég líti á þetta svoleiðis en svo fer það náttúrulega hvernig þetta er sagt og í hvað, hvort þetta er sagt í kynni eða gert til þess að meiða og svona að verður að taka inn í Stjórnkastið þetta skrási sér lífsskoðunarfélag bara ef að nógu margir ganga í þá erum við sannarlega til í tíundin ykkar sko. Við myndum alveg skoða ríkistyrki Herðu, bara kærlega verið komin, þetta búið frábær spjall og ótrúlega gaman að fá að tala við þig og
þú veist, við höfum náðu að fara mjög djúpt í óbúslega mörg mál sem að mér finnst allt og sjaldan gert einhvern veginn í samfélaginu og farið svona í gegnum sko byggingu kerfa og hvernig þetta skiptist niður og mér finnst það svo mikilvægt einhvern veginn að það komist út í kosmosið að fólk gerir sér smá grein fyrir hvernig valdabaráttan og hvað að gerast í heiminum og í kerfunum í kringum okkur og takk kærlega fyrir það. Ég held þetta að vera líka ótrúlega mikilvægt að því að þetta verður aldrei komið fram áður af hverju slitnaði upp úr umræðunum hjá ykkur og þér og miðflokknum til dæmis. Já, einmitt. Já, ég ekkert að fela neitt í þessu, ég segi bara hlutin eins og þeir eru, en það hef ég ekkert að fela, sko. Vonum að hvorki fakkin eða eldrúfi eða geimildin steli þessu frá okkur. Já. Nei, þeir... Það svín. Við erum aldrei að vita. Já, við verum kannski í blöðunum á morgun. Takk aðeinslega fyrir okkur. Takk fyrir. Já, takk fyrir mig. Það var frábær gestur, stendur hérna, og nokkri búin að lýsa því hérna yfir að álit á þeir hafi